Sæl og blessuð. Það komið að því stórmeistaramótið hefur göngu sína hér í dag. 1. maí. Allir búnir að vera í fríi í dag. Það 50 dagur í mannskapnum og vonandi fólk orðið hrest og tilbúið fyrir leik kvöldsins. Ég heiti Ólafur Hrafn Steinarsson og verð með ykkur með mér, Jói Shine. Legendi sjálft, velkomin aftur. Takk fyrir. Hvernig sumarið að leggjast í þig? Mjög vel allan að veðrið bara að vera gott og það heila einu sem þarf, það birtir yfir öllu og verður bjartar yfir manni. Já. Mjög gott, þannig að sumarið leggst bara mjög vel í mig. Bæði það að við erum að fá sumarið, það að birti við því og svo erum við líka að fara að fá stórmeistaramótið í allri sinni mynd. Þetta líka svona vorbóði. Það alltaf á þessum tíma núna, þannig að þú endar á stóra kvöldin og þá erum við alltaf orðið bjart og hlýtt og gott svona þannig að þetta skemmtilegt.
Já, gott að þú nefnir stóra kvöldið. Það verður, myndi ég segja, svona stóri fókusinn á þessu tímabili. Það verður úrslitin hérna stórmeistaramótinu, verður svona sá tími þar sem að séu samfélagið allar hittast og gera sér glaðan dag. Þannig að fólk má byrja bara að fylgjast með dagskránni og gera plön það að vera hérna niður í arena og hérna skemmta sér saman með okkur öllum þá. Algjörlega. Það er alltaf mjög skemmtilegt. Það er þannig. En við erum að fara að byrja í dag og fyrsti leikurinn sem við ætlum að sjá er Dusty á móti Sindra. Byrjum bara á því að tala eins þessi tvö lið og þessi line-up. Ef við byrjum á Sindra line-upinu, getum fengið það upp á skjáin hjá okkur. Þá getum við séð hvaða leikmenn eru þar, en það er Kowalski, Johnny Nas, Leifsson, Kutti og Mangonas. Núna þekki ég þessa leikmenn lítið, þannig að ég ætla að fá að henda boltanum yfir til þín, Jói, og spyrja hvaða spilar er þetta? Þetta eru bara gæðir sem hafa verið undir þessu Sindra-nafni mjög lengi núna, algjörlega bara 2 ári heldur myndi halda og eru búin að grænda sig upp í gegnum áhugamandeildinar. Veit svo sem ekki hvað byrjuð, en ég veit það þeir voru í annarri deildinni fyrir ekki of löngu, eru núna í næst efstu deild, fyrstu deildin yfirleitt, og þeir voru að vinna, eða voru ég veit ekki hvað þessi búin, hún er ennþá í svona limbo, en þeir eru efstir að bíða þeir að hinliðin klára leikinu sín, en þeir enduðu með 14 stig í 9 leikjum, innan hann 7 af 9-10 leikjunum sínum. Já. Í reyndar deild sem er rosalega svona mikill grautur sko. En aftur á móti það lið sem spilaði þá deild, það eru 3 leikmenn úr því sem voru í því liði. Þeir eru út, en það eru 3 konur, en þessir eru frekar þá leikmenn sem eru búin að spila lengur saman, veit ég. Já. Af því að þeir sem fóru út úr liðinu, það eru líka leikmenn sem komu líka inn fyrir styttra síðan. OSCD, Jay Walker og Weestar. Já. Og þeir eru núna í, snákastrákar? Já, þeir eru í lið þessu móti með snákastrákar sem er blanda af þessu Sindarlið og svo Dusty Academy-strákum 2 en nokkuð sem er svona einhver grautur. Það gerist alltaf náttúrulega í þessum mótum að lið svona breyta einhver aðeins og verða svona hybrids til. Þannig að þetta bara verður skemmtilegt að sjá Sindarlið og þetta benda það, þetta Sindarlið mitt spilaði í qualifierunum og vann liðið snákastrákar á móti gæðum sem voru á móti og bara 13-3 eða eitthvað, bara bökuðu þá sko. Þannig að þeir eru alveg, ennþá er ekkert eitthvað að downgradeast þó þú getur alveg lesið úr því kannski á pappír með að leikmenn sem missa eru kannski sterkari á pappír, þannig sé. Já, en þannig að við erum í rauninni að horfa á það meðan við allavega þá framistuðu að þetta sé jafnvel ennþá sterkara Sindra line-up heldur en var að koma sér á toppinn í fyrstu deildinni. En ekkert endilega, það var best of one leikur, það er endur eitt sem það er að passa, en það er samt allavega levelið droppaði ekki það mikið, skilur eins og ég bara að ég lesa line minni að ég haldi að það myndi droppa, það allavega finnst mér ágætt að sjá, af því að Sindraliðið er búið að spila fínt í vormótinu og þessu þeir eru búin að vera stíganda og það er alltaf gaman þegar að koma nýjir, svona einhverju gæjar inn sem maður hefur ekki verið að sjá, en ég veit þetta að þessi Johnny Nas nafnið, ég man eftir þessu fyrir svona 4 árum í einhver qualifier og einhver ásökunum svindl sko. Alltaf verið greinilega gæi sem er góður þá í leiknum og en samt spila greinlega kannski meira í svona low-key einhverju vinalobbyum og alltaf gaman að þannig gæðum. Já, og mjög áhugavert líka að hugsa skiluru, núna venjulegast ef við myndum sjá line-upið Dusty á móti Sindra, þá myndum við hugsa bara, herri, þetta er bara frekar svona gefins að Dusty er að fara að vinna þetta, en 2 faktorar þarna, annars vegar það, Sindri er búin að vera mjög duglegir að bara grænda sig upp og búin að vera að skila góðum árangri og virðast vera með roster sem að þeim finnst þægilegt að spila með og Dusty ekki alveg með line-upi kannski sem að við höfum komist til með að venjast. Nei, Dusty er svo sem með sama line-up 4 og í vormótinu. Þeir skipta út Edison og inn kemur Cruiser í staðinn og Flint er sem sagt Icy Spicy en þetta er aftur á móti sko, þetta er alveg skemmtilegt lið en þetta er allt öðruvísi en Dusty hefur verið og ef þú gerir einhvers konar research í þetta þá er þetta algjört pögg bara. Þeir er ekki að spila saman inn á official mótum, er ekki að prakka myndi ég að halda og spila í rauninni bara face it og þannig sé ekkert, ég náði ekki að pikka upp á að sjá eða full lobby með þeim, eins og þú getur stundum gert sko. Þannig að það verður fróðlegt að sjá, en þetta er samt sem að Þorsteinn F. er náttúrulega bara geitinur úr CSGO og bara komin núna bara eins og nálægt atvinnum við getum fengið það, búin að vera bara, og ég hlusta á viðtöluða nýlega og hann virðist vera með ennþá meiri metnað eða skilur, hann er að fara úr, hann er í rauninni, hann er örugglega algjört býst núna. Þannig að Þorsteinn F. gæti farið í þessu stórmeistaramóti og ég get lofað því að Þorsteinn hugsar það þannig, hann er að fara út, þetta er að segja sem hann gerir, hann gæti hugsað þannig, nú ætla ég ætla einn að halda á þessu Dusty-liði hingað í úrslitaleika minnstakosti. Af því að ef þú lesir þetta pappír og ert svona greinir eins og vormóti, þess með dett út í undanúrslitum, að þá er þetta Dusty-lið aldrei fyrirfram
báð toppnum minna sko. Nei. Það bara ekki, alls ekki í þessu vormóti, í þessu stórmeistaramóti myndi ég segja að Þór sé algjör clear favorites inn í það sko. Já, og með Dusty line-upi það er Þór, Þorsteinn F, Icy Spicy, Pressi, Stjáni Guli og Krús er að koma með smá comeback langt sem við höfum séð hann inn á server. Já. Allan ekki í þjálfara hlutverkinu. Já. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvort að gamli hundurinn hafi gleymt einhverju hérna í pásunni. Já, hann verður svona ekki spilað allan mikið, en þetta verður fróðlegt að sjá sko, en það sem er líka skemmtilegt í þessu og ég er mjög hrifinn að því, það sáum við í vormótinu að þeir pikk upp hennan Icy Spicy sem er samt heiti Flint, heiti líka Flint til dæmis á Face-it, ég diggaði hans þar og hann er komin upp í 3000 elo. 3100 og það er í rauninni með bara 700 leiki varst að segja. Já, 700 leikir, þú veist, og skoða bara bestur leikmann landsins, bara skoða efstu liðin, þar eru menn í 2900, 3500 elo, þannig að hann er alveg þar sko, og það er mjög skemmtilegt að sjá þá pikkað út og þetta ég er mjög hrifinn af þessu og hérna versus júliðið í mótinu sem er Ármann Kjarni, þeir eru að gera svipað, þeir eru með leikmann sem að ég bara aldrei, við skoðum þetta einhverjum félandi saman og við aldrei séð það sko, þannig að þetta er mjög skemmtilegt að sjá og þannig að þetta er alveg, þú veist, þetta er alveg sterkur roster og Þorsteinn verður þarna alveg maðurinn, eins og hann er svo sem alltaf í liðunum sínum, en þannig er hann alveg að taka þetta. Sko, mér langar að taka 2 punkt út af þessu, mér langar að byrja þessu, byrja á fyrirpunktunum, hvaðan eru þessi leikmenn að koma, þú veist, hvaðan er allt í einu, sko, við erum lítið land, skilurðu, síðan samfélagið er svona þokkalega samþjappað, samt finnst mér að búið að vera að gera svolítið reglulega, að bara topp menn hérna í samfélaginu, eins og þú, sem að bara eru með góða innsýnin í allt, eru bara allt í einu að sjá bara, herru, wow, þarna kom bara einhver 28 íló gæi allt í einu fram úr, hérna bara skápnum hérna, eða úr ríkinu, sko. 100% og hérna, og þetta kemur úr einhverju sem ég hef svo sem ekki búist við fyrirfram, fylgdist eitthvað sem ég horfði aldrei á af því að þannig var lefilega Counter-Strike, það er framhaldsskóladótið. Já. Hann er úr því til dæmis, hann bara skoðar challenge-mótið þá spilaði hann þar með bara Borgó. Já. Og það er held ég og ég teki eftir því að það eru fleiri gæjar, þegar maður er að skára Face-it og skoða level 10-nar, finnst stundu gæja sem að hérna sé bara ekki neitt og eina sem ég finna þeir hafa spilað í einhverju liði í framhaldsskóladótinu. Þannig að þannig erum við að fá svona smá hérna skemmtilegan fítus, fá svona hérna fæðingakeðju. Þetta gerist náttúrulega bara úr því að við halda einhver mót. Þar býrðu þetta til. Þannig að það er massa props á Rísi þarna. Þetta gerir svona. Þetta er ógeðslega gaman. Svona á þetta akkurat að vera. Já, þú veist, það er ógeðslega gaman að heyra þetta því að þetta er náttúrulega, skilur, þú veist, það sem er verið að reyna að gera er að kasta víðu neti. Þú veist, að virkja hvað getur við sagt, bara svona casual spilara sem kannski spila, þú veist, bara mikið og spila mest fyrir sjálfan sig og segja, hei, hérna, komið og verið með, það er hérna samfélag, það er hérna hlutir að gera, það er mót í gangi og alls konar dót, fáum ykkur úr hérna einangrunni og inn í þennan hóp og það er þá bæði með allar áhugamannadeildirnar, þar höfum við séð fólk vinna sig upp, bara meiri segja Vargurinn kom upp í gegnum áhugamannadeildirnar, þú veist, hann byrjaði fyrsta tímabilið sitt í 7. deildinni, skilur. Þetta er líka sem þetta snýst algjörlega og eina sem er ég skal bara að spila Counter-Strike er liðs, það er hópefli og það er skemmtilegast þannig og það er, samfélagið okkar er byggt þannig að við þurfum að lína að halla okkur inn í þetta og ég er alveg 100% því þetta sé og við þurfum að íta krökkum í það og fólki að sjá bara, þú veist, þegar þú ert að spila Counter-Strike, já, ok, þú ert ekki að gefa einn, þú ert í rauninni alltaf að stefna því að finna þér einhverja 4 aðra og af því að þetta er liðsleikur. Þú getur komið þér og getur lært fullt af hlutum og bætt fullt af hlutum á því að spila einn og grænda þannig, en hann er svo mikill liðsleikur að þú þarft að koma þér í einhvern strax í hóp, af því það er líka, þar lærir eitt sem menn vann með þetta, þeir vera góður í sólónu, lærir ekki að vera í liði. Að vera í liði kostar að, þú veist, færa fórnir, hvernig þú talar, hvernig þú gagnrýni, hvernig þú tekur gagnrýni, þannig að hérna, það er alveg svo stórt og það er gaman að sjá hérna svona mótaraðir utan við hæstu sinnuna, er að fæða þetta inn og búa til litla slípaða demantar sem finnur einn og einn. Já, að búa til þetta tækifæri fyrir þetta fólk að láta ekki bestu spilarlandsins stompa sig og þú veist, fá bara sinn plattform til þess að gera sitt og fóta sig og það er greinilega að virka frábært og bara, þið takir bara skilaboðin hérna, Jói Shine, hann er búin að putta on the law núna, ef þið eru heima hjá okkur og horfa á þessu útsendingu og þeir spili Counter-Strike bara upp til hópa 1 eða hérna, kannski með 1, 2 eða eitthvað, bara beint inn á stakkin, inn á CSGO, bara finna sér fólk til þess að spila með og fylla hennar roster. Stakkurinn er frábær, hann er líka lifandi núna, bara mjög gaman að sjá og hérna, alveg pottitt, bara einmitt þangað inn og kynnast það, því þetta er til skemmtilegast að vita þá getur þú kíktinga og hérna úrslitakvöldið og hitt fólkið og það er alls skemmtilega. Ég fíla það. Þá er að seinni punktinum sem að mér langar að taka, sem að er sko Þorsteinn F í þessu móti. Þú komst inn á þetta, skilur, hann ætlar að vera bara hérna einn og hann ætlar að toga þetta áfram. Þú talaði líka, þú veist, hann er í stuði. Og það er það sem mér langar að fara aðeins inn á, sem er bara
hvar metnaðurinn hjá Þorstein F akkurat núna, verandi að taka þetta skref, hafandi verið toppurinn í rating, skilur að jafna á toppnum í rating á Philadelphia, þú veist, hann bara með alvöru tækifæri fyrir fram að sig. Erum við að fara að sjá hann bara stíga upp og komast á eitthvað beast mode level sem við höfum bara ekki séð frá Íslendinga áður? Vonandi, auðvitað vonandi. Bara þú veist, það sem hann að fara að gera bara ógeðslega spennandi og það rétt hjá það sem hún segir, hann var á Philadelphia móti og ég sá bara sérst á Twitter surfi frá engum tengdum honum, bara mynda honum eftir, bara hvað, þá var þetta bara svona startstæri sem postar öllu, skiluru. Já. Og þetta bara, þú veist, gæði með örugglega 10.000 followers og sjá þarna bara Þorstein F, það er svona geggjað að sjá þetta. Það er rétt að Þorstein komandi inn í þetta í algjörum, hann er á örugglega hæsta levelum sem hann hefur verið og reynað að bæta sig og búa sig undir það, en í ágúst hann að fara út þarna í þetta nám og að spila í mótum í Bandaríkjunum, þú veist. Hann er algjörlega, þetta er alveg mjög skemmtileg saga og mjög gaman að sjá hann spila þetta stórmeistaramót þú veist, þó að það sé einhverju svona og þá bara einmitt, við getum alveg ræta þá stórlína að Dusty Þorstein F núna og það verður mjög gaman að sjá það. Ok, ég til í það og ég bara hlakka til, en við skulum fá upp vídeóið til þess að sjá hvaða möpp erum að fara að spila. Stórmeistaramótið best of threes, þannig að þetta best of threes sería. Við erum allan að fara að fá 2 möpp hér, mögulega 3. Inferno, fyrsta bann frá Sindra. Mér finnst það, kemur ekkert á óvart, bara við vitum hvað Dusty getur gert við vitum ekki með þennan roster sem en bara... Myndi segja að þetta sé rauninni bara frekar svona íslenskt bann. Þú skoðar til dæmis í fyrstdeildina, við spila til dæmis í þessari deild og þá var maður að skoða að íslenska mappúli Ancient, Nuke, Anubis, Dust, kannski, eða skilur þessi 3 allavega alveg algjörlega í púlinu í höllum, þannig að Inf einmitt mjög mikið oft bannað. Dusty bannað mér þannig að ég gæti fengið bara að líta út eins og snillingur og við fáum einhvers konar Nuke, Anubis, Ancient, það alls ekki ólíklegt. Dusty reyndar í mótinu, Dusty í vormótinu, þeir spiluðu svolítið train og gætu alveg tekið bara á sig að pikka það sem einhvers konar mapp, en ég held einhvern veginn að Sindri, Anubis pick kemur alls ekki á óvart, þetta mjög inn í því sem ég myndi halda þar. Þá spurning með Dusty Pickett segir, þetta pugg en ég myndi alveg segja. Nuke eða train líklegt myndi ég halda allavega, Pickett train einmitt. Og ég veit að Þorstein F hrifinn að train nýja, þannig að þá frólt Inf mér að það Dust, eða það sérst Ancient bann hins vegar, ok, þannig að senstu 2 þeir hafa val á milli, Nuke og Dusty, ok, þetta verður Anubis train, Nuke myndi ég halda. Ef við fáum 3. mappið þarna í þennan leik. Dusty tekið út, það náttúrulega, þú veist, bara getur verið puggy mapp, skilur við, þú veist, þannig að það ekki það sama og Nuke, það sem að Dusty kannski hugsa bara við bara betri séðans ef við erum að enda í third map, bara lokum við á þá í Nuke. 100%. 100%. Þannig að ég held að þetta sé bara nokkuð standard, íslenskt mappúlinn sem ég segi, og verður gaman að sjá þetta, hvernig það verður. Þannig að mér finnst geggjað að við sem að fá train og við erum ekki að sjá það spila rosalega mikið og ég fíla það líka, við erum að fá train í fyrstu 2 möppunum, þannig að við erum bókað að fara í það. Þetta allt í einu komið nýlega eftir reworkið, það var komið aftur inn í púlið og var þetta svolítið inn sem svona third map, þá væntanlega hjá liðum sem að voru kannski, þú veist, við ætlum að koma þeim óvart, við erum búin að runna nokkuð strött og koma nokkuð sem saman inn á server, en gaman að sjá það vera komið inn í first pick rotationið og áhugavert, kannski ekki líklegt að Sindri séu búin að spila mikið train, eða hvað? Það veit það svo sem ekki, það getur alveg verið rétt hjá sko. Er það vinsælt alltaf á Faceit til dæmis? Nei, líklega verið að lenda í train í Faceit? Nei, ekki Faceit, því að það er þessi svolítið margþætt að train kannski ekki koma inn með sérstaklega eins og því að Faceit taldi erfitt að fá það, að því það er að koma inn fyrir Vertigo sem var mikið permaban hjá mönnum. Þannig að fólk tók kannski bara mjög mikið og bara var ekki að spila Vertigo, train kom inn, það bara spila ekki train líka. Fólk mjög lítið verið að spila oft 9 möppin. Og svo líka það að mappið var áður fyrir líka, ekkert þó að vinsælt í Íslendingum, þá þetta samt mapp sem var mjög city favorite og þú fekkst ekkert endilega að spila það einmitt í Pokémon svoleiðis. En þannig að ég samt bara hrifinn af því að og það það ástæðan fyrir að það að koma inn í þessi móti okkur, held ég bara það að Íslendingar, við náðum það, við sem vorum meira í þessi ungu krakkar sem kom inn og það voru ekki þegar mappið var, við CS:GO-arnir við spiluðum þetta náttúrulega trainsum og við náðum að íta þetta og ég vil segja það alla, þú veist, þó að breyta aðeins að það mappið ennþá mjög skemmtilegt og train alltaf gott mapp, þetta alltaf sama þó að hefur breyta vissulega, þá þetta samt sama, þetta flæði ákveðinni og bómsendin virkar á þetta og öðruvísi mapp með, þú spilar með bara einn gæja inni sem algjört akkeri með risastórt pláss af mappinu, skilurðu? Þannig að mjög skemmtilegt að hafa train inn í þessu, ég alveg sammála því að
Mér finnst líka, þessar breytingar sem voru gerðar inni, mér finnst það skemmtilegar fyrir akkerið, sko. 100%. Og ég held að það sé ennþá ákveðin dýpt í svona nýjum possum sem þú getur verið að taka inn á innisættinum sem að við séum ekki bara ennþá búin að sjá koma fram, sko. Algjörlega, sko, innibómasættinun spilast þannig að þú tekur það sem terr að þú getur ekki spilað, þú þarft í rauninni að taka dýpra. Já. Af því að þetta er svo opið niður að þú getur ekki spila. Ég sé ríteikin þess að menn fara ekki dýpra og þá ertu bara svo fljótt bara algjörlega bóksaður inn og auðvelt að taka þig. Þannig að innibómasættin spilast öðruvísi eftir að kontenti kemur að það þarf til að fara dýpra og setja meira stöff þar. Þannig að það er mjög skemmtilegt. Ein spurning líka Train. Hvað finnst þér breytinguna á Rauðastiga, á Popdog og því svæði og hvernig sérðu það, þú veist, spilast sko inn í þessa skipulegu leiki, inn í strategíuna sem liðin er að fara að taka, af því að mér finnst það svæði búin að breytast eiginlega hvað mest. Það er búið að gera það. Það breytist mjög mikið í rauninni hvernig það en það er samt sem áður þannig að, og það verður líklegast, þú þar í prósentinu til þess að þú ennþá þarftu að berjast þetta pláss. Eins og ég í góð þá þurftur að gera það með einhvers konar mollum og droppum og slíku. Núna er þetta bara aðeins lengra og meira, það er aðeins lengra í rótitið, en aftur á móti er það líka þannig að liðið spila mikið til dæmis aggróið inni í gegnum rauða og upp fjarkanur rauninni kröntsa þannig Breiðholtið svo kallega, það sem er uppi hjá inni, þannig að það hefur verið að spila mjög skemmtilega mikið að liðum Eternal Fire þannig spila oft bara super aggro þar að þá líka ef þú átt rauðan að þá ertu í rauninni búin að einangra það að þegar terrarnir ef þeir ætla að fara út í bómsættin að þá ertu með rauðan og þá þarftu bara að horfa á Ivy og kompuna. Það eru bara 2 exit punktar og þú ert með í rauninni svo mikið map-kontról sem þú tekur í burtu. Þegar þú sér að þegar þú byrjar á mappinu að þú átt allan inn í bómsætt og ef þú tekst að taka húsi líka í rauninni eiga það allt líka þá ertu búin að íta terrornum í að vera í rauninni bara í terrhúsi sem við köllum og það er náttúrulega bara eins og terrspón. Terrhús er þá Það er rauninni fyrir ofan droppið, myndi ég segja. Það kallast bara serverar núna, það sem eru serverherbíka hægra megin og svo gangurinn upp í vinstra megin að sítjarnir geta mjög auðveldlega hent utili og í rauninni stöffi til að stoppa og boxa menn þarna inn. Flössin upp fjarkan geta verið stórhættulegt það að þú í rauninni getur ekki verið að undan gæðan upp fjarkan. Þannig að lið geta spilað í rauninni svolítið þannig að þau fara bara upp fjarkan og pressa mikið þetta pláss. Og ég er með 2 spurningar í viðbót Train. Númer 1, eftir breytingarnar, T eða CT sætið? Sko, það er náttúrulega, það er CT-sætið í prósennunni, en CS2 og MR12 er ekki jafn mikið þetta sætið í rauninni af því að ekonomíin virka þannig að það er auðveldara að búa til hálfleika öðruvísi, eða auðveldara að einhvern veginn að hálfleikarnir skjúist í aðra áttina án þess að sé út af mappið er eitthvað sætið. Þannig að það spilar ekki mikið eins. Train er samt CT-sætið mapp. Það er bara, þú getur hort á öll mapp í rauninni hversu margir aðgangar eru fyrir terrana að komast á bombsætina og hvernig eru þeir aðgangar. Fyrir terrana í Train eru það 2 grannir chokepunktar í Ivy og rauða og svo kompan sem er endar, hún er breið en hún er líka rosalega opin og það er mikil stöffi dömpað í hana. Og bara langar sjónlínur inn í hana líka. Algjörlega, þannig að Train er CT-sætið mapp í grunninn en aftur á móti er bara CS2 þannig að hann er að spila stöðruvísi upp á þetta dót. Það er ekki mikið hægt að halla sér í að möppin sé eitthvað sætið af því að pistol og fyrsta gun round sem er oft í rauninni, til dæmis pistol round eru ekki sætið endilega. Nei. Það er alls ekki þannig, verið með uspuna og undir glokkunum er oft bara þú getur sérstaklega í terror, getur grúpað upp og ef uspan feilar fyrir skotunum þá nærður svo miklu plássu og getur haldið hraðanum uppi sem er erfitt fyrir CT-inn að díla við, þannig að þú getur pistol myndi ég segja væri jafnvel bara oftast terr-sætið pistolrondin. Já, mér finnst glokkurnar í CS2 alveg, þú veist, það var alveg þvílíkt búst. Það er eiga við leikinn, hvernig hann spilast, hann er hraðari, hann er meira á ferðinni, þannig að það er alveg rétt og það var ég sé það. Og þá síðasta spurningin Train, það er, by the way, svona fyrir fólki heima, það er örstutt töf á leiknum, 2 til 10 mínútna töf eða eitthvað svoleiðis. Ég get talað. Já, við erum bara að komast á því. Þess vegna ætla ég að halda áfram að spyrja Train og það er það síðasta sem er sko Ivy-svæðið, því var breytt. Það er svona, hvað getur sagt, mér finnst það vera lokaðra, skilur við, frá útisvæðinu, þannig að þú þarft á CT-hliðinni að ákveða kannski aðeins meira að halda því. Það er búið að breyta hvernig svona flæðið eftir þú kemur út Ivy er. Þannig að það eru meiri tækifæri til þess að mögulega fela sig eða laumast og komast til svona ósíðu framhjá og svona. Og en það sem að ég sá í öllu vormótinu er að ég sá bara rosalega lítið að gerast í Ivy. Mér fannst bara T-hliðin valla vera að senda sko einu svona gæja Ivy til þess að bara defaulta þar. Það er líklegast bara út af því að menn hafa ekki
grúskað í mappinu þess. Því að það er rosalega auðvelt af því að gamla dóti var og stratt sem að kalla bara Íslendingurinn er rauninni bara að henda fake smokum út og rössa inn og svo utan við það gerðist líka mjög mikið af því að þeir spiluðu hratt út kompuna og hratt rauða. Droppuðu mikið og spiluðu rauninni bara pressu þar og snowballuðu rándinn svolítið. Þannig að menn er að defaulta núna sérstaklega þegar train breyttist í síðast þannig að meira þess að núna er búið að færa spónin aftar en í upphafi sérstaklega þá voru spónin ennþá framar þannig að train var mjög mikið compur-rush simulator því að þú komst svo rosalega langt sem Terry og þú gerir það í rauninni ennþá. Stöffið frá CT-um þarf að vera rosalega sterkt en þú getur hent counterstöffið mjög auðvitað til að blokka sjónlínur og í rauninni getur sem Terry nánast tryggt það að eiga plássið í garðinum sem er í rauninni hérna sem við köllum Olof myndi ég segja sem rauða hallalestin og það sá garður svolítið. Þeir getu átt það. Við erum komin inn í leikinn og mistungurinn pistol, Sindri vann það. Já. Það eru nýtt hödd. Geggjað. Það er geggjað. Kamerun lítur vel út. Flott. Dusty Forza og Dusty getum við kannski, spurning hvort við séum planta það kannski svona en sjáum hérna líka að Sindrakallarnir eru líklegast í HQ. Sindra headquarters, sem maður segir. Já, veistu, ég ætla bara að henda því fram. Ég er mikill aðdáðandi af uppbyggingunni sem hefur verið að eiga sér stað á Sindra. Mér finnst það frábært, mér finnst það einn besta rafdeild landsins. Já, ég er alveg sammála því og litlu plássin er að gera þetta vel. Já. Það er cool hjá þeim. Við erum hérna í 2 og 3, Þorsteinn og Krúser eftir, bræðurnir sem við myndum kalla það. Þeir eru alveg, hún er að fast joint at the hip tónleikur lengi. Sjáum hérna Mango og Johnny þeir eru allan yfir kameru, þeir eru örugglega nokkrir þeirra í þessari aðstöðu. Sástu grafíkina, maður, þetta var geggjað. Ok, ég peppaði fyrir þessu nýja höddi Krúser með Leifsson hann með annan með Kowalski. Þú setur þetta í 1 á 1. Þetta er 1 á 1 en þeir klára rándið. Sjáðu 1 á 1 grafíkina. Geggjuð. Heyrðu, býtu, halló, framleiðsluteymi, you've been cooking. Ánægður með bara, let's go. Geggjað. Þessu, ég er mjög hrifinn að sjá hérna Sindramennina á lani og það má ekki, þetta er geggjað, það má ekki vanmeta það að hérna hversu mikið boost það getur verið að fara að ganga vel, að geta fistbumpa til hliðana og öskra á hvern annan. Það er, og sérstaklega fyrir svona gæði, komin í þennan leik með líklegast bara engar, það býst enginn við neinu. Enga tapa, bara, þú veist, við ætlum að gefa allt í þetta, rífa stemminguna, fá sjálfstrustið, keyra í fætana. Þeir eru líka allir í hérna körfubolta, sko. Þeir eru með hérna pumpið, sko. Já, þetta er bara, þetta er örugglega eitt af flottasta sem ég séð í íslensku CS. Ánægður með þetta. Og ég ætla bara að henda því út, þetta hödd er miklu flottara heldur en allt sem PG11 kúkar í gegnum tíðina. Bara mjög flott hödd, sammála því. Mér finnst það geggjað. Og þá erum við alveg kaup hérna. Já, og með hægt ránd í þetta skipti. Ingi búinn að falla hérna snemma. Pressi heldur miðjunni, fær hérna fæta mútið Johnny Nas en klárar hann ekki. Og döður. Geggju grena þarna. Þorsteinn pikkar AK, hann er með 4 riffla. Spurning hvað þeir gera hérna. Þorsteinn var að droppa hann smoke. Lænar upp. Þetta er líklegast að lenda í Faró sem er aftari gangurinn í midd. Og rétt, lendi þar, top mid. Trade, 4 á 3, 4 á 3, Þorsteinn. 3 á 2 og bomban liggur í midd. Crunchy kemur frá A-inu, þetta er rauninni split. Við vita Sindramenn af þeim inn á A. Enginn satt að horfa þetta akkurat núna. Ekki eins og séu alveg klárið það. 2 á 2 hérna, Stjáni tekur þetta. Bomban, þeir eru báðir þarna megin. Mange er svolítið langt frá Leifsson. Þetta er svolítið erfið staða fyrir hann hefur ekki eiginlega hugmyndum. Hann nær John að gula, hann fellir samt á móti Flint, Icy Spicy. Og þá er það 1 á 1 hér. Og Flint er á leiðinni inn á A-svætin með bombuna og þar erum við með Mangonas sem er búinn að vera að labba hægt að megin allan tíman og hann klárar þetta 3-0 hér í Anubis fyrir Sindra á móti Dusty. Algjörlega, og nær ekki plantinu, þannig að í rauninni Dusty taka þá spari hérna. Dusty eru búin að halda press á peningnum með Forsonum og búnir að halda pressu á peningnum svo sannarlega og hérna, en þeir gefa eftir hérna og í rauninni rétt þó að sé alveg þetta að justify að kaupa því að það lifir einn hjá þeim en þá eru þeir að fara, komur að það góðan lúsbónus og tekkurna getur gert skaða hérna þannig að þeir taka á sig tekkurándi og það er smá util, það er smoke, það er flush þannig að við sjáum hérna farið átt á bjenu Þorsteinn tekur pressmyndi á, þetta er B-pop með fyrsta kontakti líklegast í bóksinn til að sjá hvort þessi gaur í bóksinn að snúa
Flössin. Festust þarna aðeins á miðjunni. Stjáni Guli með hopp hérna inn í turbo, eða hvað kallað þú þetta? Bara e-box. E-box. Og Stjáni Guli, hann er kominn á vappan hér og bomba fyrir niður. Þeir eru 3 á 2 hér. 3 á 1. Stjáni Guli, 1 eftir hér. Hann fellur hér á móti Kutta og staðan er 4-0. Sindra í vil hér. Byrja mjög vel og hérna impressive er að taka sérst Dusty er að koma bombunni niður og gera í rauninni úr þessu afturplanta þannig og Sindri líta bara þá nokkuð vel út í þeim. Já. Þeir sem við séð þarna. Þá er fullkaupið, fyrsta gunroundið. Sáum að Johnny Nas var komin á vappan. Þannig að þeir eru með vappa í spilinu og Dusty vita það. Og svo lúta að sjá hvernig Dusty gera, dreifa sér vantarlega einhvers konar default hérna. 3 def í rándunum nú þegar. Þannig að þá er mitt peningurinn og Dusty er meiri stæðu sem búin að kaupa, þeir eru á þá góðum lúsbónus að þeir geta meiri stæðu kiptið tapis og rándið þeir eru það mikið í bankanum. Já, sérstaklega þeir ná bombu niður. Algjörlega. Flint fer inn í aggro entry, Kutti tekur kill og Stjáni Guli treyta það. Johnny Nas þarna tæpur að sleppa eftir að gefa skotin á vappanum, hann er smókaður út. En Kowalski með flott pík þarna á góðri tímasetningu. Johnny Nas með línu yfir smókin. Það er yfirtala núna fyrir Dusty og þeir eru búin að tryggja sér B-sætin. Eiga djúpt kontról, já, rauninni fórsandir að klára þetta ránd hérna. Fá mjög djúpt kontrólun á bombunni niður. Krúser er samt lár hér, hann verður fyrsta kontaktið, spurning hvort að hann verði klíraður alla leið. Já, Kowalski gerir það, engin leti hérna, ekki verið að sleppa því að klíra djúpt í hotn. Bomban fyrst núna fara niður sig, ég misti af því að bomban var bara ekki náttúrulega niður. 2 á 2, ennþá grena og flass á báðum terronum, Molly Smoke á CT-unum og báðum með kit. Og yfirvegun hérna í rítekinu er að bíða bara eftir að smókurinn fari. Og það getur verið skeri, þú sér það, Pressi og Flint eru farin af stað að reyna að leita að einhverjum upplýsingum og við vita ekki af seinni manninum í Faro og það er Pressi, hann klárar þessa loti fyrir Dusty 4-1 fyrir Sindra akkurat núna. Vel gert hjá Pressa, ná mjög vel spila úr þessu hjá Pressa var því Stjáni Guli, labba í rauninni saman í possu sem er mjög ólíklegt að þeir verði báðir saman í þannig að Pressi fær algjört frítt þarna í rítekinu og já, þeir biðu náttúrulega smókin og tóku mikinn tími það þannig að bomban var orðin pirruð. Þannig að Dusty taka þetta ránd. Það munaði samt, þú veist, það vantaði ekkert mikið upp á hjá Sindra þarna ef þeir smóka bombuna aðeins fyrr og jafnvel stikka. Ná bara aðeins, þeir hafa í rauninni meiri tíma en heldur en samt þeir vita í rauninni, skilur. Þeir hefðu getað aðeins gákvort eða þeir lokkjan til að sína hvað hann er og spila að treytja þeir eru 2 á lífi. Þá stundir það með entry hérna, Johnny treytar en hérna sjáum við þetta að peningurinn á Sindra er þetta búinn og rándið er komið alveg til Dusty hérna 4 á 2 með B-bombsætin. Núna þarf þetta bara að vera spar hérna hjá Sindra. Kowalski, hann er fallinn, það er bara manguna sem er eftir. Jep, og eins og ég segi, peningurinn gjörsamlega búinn hjá Sindra. Þannig að það er full spar hérna eftir, þannig að Dusty koma sér líklega í 3 rándin strax. Sjáum hérna, þeir að fylgjast með þeir þurfa náttúrulega ekki að bakka neitt af því það er engin bombaradius. Þannig að það að láta Ninjas í Anubis er algjört no-no, bombaradiusin er bara engin. Gefins var 1 kill, Mango bakkar, næri að halda koltinum og Dusty lifa með 3. Þá stöðum með 2 þarna, 1 á Flint. Þetta var svolítið Þorsteins ránd, myndi ég segja. Býtu nú við. Hver var þetta sem fjallan í lokin? Býtu nú við. Teamkill? Já, þeir teamkilluðu og það er einhver... Mér sér að kamerunum, sko. Já, mér sýnist Flint hafa bara... Einhver replay á þessu! Já, nákvæmlega. Ég held að Flint hafi bara tekið út Pressa. Þetta verður fróðlegt að sjá hvað... Það finnir eru svolítið svona líkir en að Press á teamkill. Fróðlegt að sjá, sko... Pússa að þetta, 1 kolt, Stjáni með endrið. Frábært skot þarna hjá Stjána Gula. Johnny Nas leitar að einhverju fyrir smá skaða en fellur á móti og B-sætið, það er bara fallið. Það eru 3 leikmenn Sindra hér, allir eiginlega komnir saman á miðjunni. Ætla að labba og leita að einhverju. Kowalski eini á byssu, Kutti þarna er á P250 og svo er líka Uspa þarna.
Pressi missir af krossinum, hugsa sitt tvisvar í bakjánum. Næst áður. Gerir þetta vel. Tekur klokkuna. Koltin með koltin í middinu þarna. En 4-3. Byrði nú í, þannig að lesa höttið. Já, ok. Pressi á 7-5. Restin af Dusty í rauninni 3-4-5 frögg. Mjög jafnt hjá þeim. Sjáum kannski kíkjum á skorbroti í næsta rándi, kannski á Sindra. Það allir á lífi. Kolski hérna með 4-4. 4-2. Það er eina sem ég ætla að segja að það væri mögulegt að skoða að vera með aðeins þykkari stafi í höttinu. Já. Fyrir okkur gamla fólkið, sko. Sjáum hérna. Hversu miðaldræði maður orðið, þegar maður er að tala um það að stafinn eins og svona litli, sko, eða óskýrir. Það er eitthvað, en það ætlar að vera bara hægt hérna, mér sýnist engin press að vera á leiðinni á Kolski, hann er ekki frá að fá neitt hasar og fær að halda þessari byssu inn í næstu lotu. Dusty tryggja sér hérna 3. lotuna í röð, byrjaði að kveikja aðeins á þarna. Algjörlega, við sjáum hérna að peningurinn á Sindra er í rauninni hundleiðilegur. Þeir neyðast til að kaupa sem maður segir með 4-4 kaupið, en komnir í algjörða brekka og þetta er í rauninni algjörlega á bakina á Dusty í byrjun hálfleiksins. Þó þeir voru að tapa rándunum, þá voru þeir að gera rándun dýr. Þeir voru ekki að tapa þeim rosalega harkalega, þannig að Sindri góður í byrjunina grænda en Dusty er konir algjörlega afturinn í leikinn, eru í terrinu reyndar í mjög tísætið mappi, þannig að Dusty eru líklega til að taka hérna alveg þó nokkur rándi viðbót myndi ég segja. Sérstaklega þeir halda áfram að fá þessar opnanir sem þeir eru búin að vera að finna núna í síðustu rándum. Þeir eru að spila svona, hvað getur sagt, aðeins örugar, heldur maður fannst þeir vera að gera hérna í fyrstu 4 lótunum. Algjörlega. Dusty tekur middjú til fyrir pressuna, ítir gaurunum út úr öruginni. Þeir countermála hins vegar, skemmtilegu countermáli. Skemmtilegu klassist ennuglega. Flassarinn í Alobi hérna áttuna, pressa hana, pressi er með Alobi, mollar silluna. Þeir eru þetta flotta default pressina á mörgum stöðum á mappinu. CT-arnir eru 4 á A-inu. 3 í þristinum og 1 í farónu hana. Þannig kemur langur smókar út faró og Þór er að setja pressun á miðjunni. Kolski sér víðunum með að hvað þessi smók ekki alveg nógu víður. Beðsmók. Og Þorsteinn nær killinu. Þá kemur poppið að. Þeir eru hins vegar að fara í ennóttur. Það er gauri middinu og 2 á A-inu. Særir Flint hérna. Og ekkert HP. Stjáni Guli fer í píkið til þess að treyta nær því en Johnny Nas, hann kemur hérna líka og þetta er 1 á 1. Það er Lár Krúser sem er að planta bombunni akkurat núna og hann sér hvar hann kastar þessu flassi og Johnny Nas klötsar þetta round hér fyrir Sindra, lokar þessu og fær deffið. Gekkja, mér ánægði með hvort þeir náðu einhverju ríti þarna þeir skildu bara gæjan eftir einan á B-inu og eru þungir á A-inu og Dusty eiginlega bara get ekki búist við þessu, lenda í mörgum bylgjum af óvinum sem búist ekki við. Hvernig er það? Hann heiti Flint núna, hann velur sér það nafnið þegar ekki í mótinu þó núna. Er það ekki höldnafnið valið? Við skulum bara kalla hann Flint. Hann hlýtur að, það er ekki þannig, því að höldið er höldið ekki tekið úr það sem að þeir fylltu út upplýsingarna. Já, ok, hann hefði þá, og hann heiti þannig, en kannski við skulum halda því þannig, Flint þá síðan, það er líka rými við höldið. 5-3 hins vegar og Sindri bara gjörsamlega að gera leikur síðan á þessi, þetta er mjög tersætt mapp. Já, þú veist, það er það sem kemur mér á óvart að Sindri séu hérna með 2 lotu forskot þegar við erum komin yfir miðpartin af hálfleiknum. Krúser með entri hérna og Krúser búinn að vera hansi svona grimmur í entriðunum. Sindramenn þeir voru að reyna að taka play út að þarna stökkuðu að megin. Þorsteinn F gæti fengið smá svona skotskífur hér. Getur þessa grenu og mollar fyrir utan, situr eftir á 4 í HP. Gott flass þarna en Kolski með treytið á pressa. Svolítið spes staðsendinginni á Leifsson meðan þessi stað, veit ekki hvort að Sindri voru svona ekki búin að ákvæða hvort þeir retake ekki, en ég hefði eiginlega sagt við það leið og þeir voru þarna 3 út A-ið og gefa B-bámsendin, að þeir fengi ekki killið þarna í e-box og ég hefði bara halda. Af því að málega peningur er líka þannig að þeir halda 3 þá geta þess að droppa og fengi fleiri gunround. Þannig að hérna, það hefði verið sterkari leikur þarna að spila þetta aðeins meira safe, rándið tapæst í raun, og það, ég er samt hrifinn að þeir takja A-playið, en það voru samt að bara taka það á þig að ef það klikk, af því að ef þú fyrir vittlausan stað, þeir fara B, þá bara ok, go again. Já. Mjög gott að vera taka play, vera interaktiv, reaktiv og gera hlutina og svona.
Krúser finnur þarna leikmannstindra undir lokin, það var held ég Kowalski sem að fellur þarna, þannig að þeir bjarga bara einni byssu og það gerir þetta ansi mikla brekku ef við horfum á peningin, bara 5.000 skall á Johnny Nas en restin frekar tæp. Algjörlega, og sko, eitt er það að þeir takja þarna eitt rándi í millitíðinni, það er unni gefur þeir ennþá þyngra fyrir róðurinn að lossbónusin stakkaðist ekki. Jafn mikið. Þannig að þeir eru bara með 2-4 lossbónus hérna, þannig að fullspar svo sem gefur þeir verkum að þeir komast nú í einhver 4-5 káni, en það er samt ekkert æðislegt kaup eftir þetta. Dusty, og það er 5 manna stakk B hérna og Dusty senda Flint hérna fyrst hann inn að leita. Henda í X-ekkinni á Dusty ánæður enda með þetta, það er alvör, það er 3 mólar. Já, þetta er bara alvör X-ek. Engin sénsar, teknir, allt mólað og bara flott setup og flott execution hér á Dusty og þá kemur rótitið frá Sindra að leita einhverju Johnny Nas hérna á CT-spáni. Mér sýnist þetta alltaf að vera bara setja upp í exits og reyna að halda öllu sem hægt er að halda inn í næstu lótu. Já, Johnny heldur allan að pottet reyna að halda armorinu sínum, þannig að hann kaupa næsta rándið hann, hann getur henni jafnvel komið sér á vappa þá, en já, ok. Hann er aðeins að stríða okkur hérna. Aðeins að stríða, hendir flassið þarna, ok. Segja, mikilvægt fyrir hann að lifa, því hann ætti þá að geta komast yfir vappana því hann fær 2-4, 3-2, já, hann ætti að rétt að sleiða vappan. Ná pressaði þetta og ná þá byssu. Já, Þorsteinn F. tæpur og að láta grípa sig með marga á eftir sér. Já, sleppur svona upp í þristinn og bombar á dísun en það engin í mappinu, þannig að hann lifir. Lifa 4, þetta er ágætt hjá Sindra eða þessi, þó þessi að spara, þannig að taka byssu með sér í rándið og hérna búa þá til, þú sér að Leifsson í rauninni þarf kannski á byssunni að halda þeir vilja droppinni, Mango getur droppað á hann til að þeir séu að full stuffa og Johnny getur keypt vappan og við búum að spila vappa þannig að þeir fá hérna í rauninni algjörlega full kaup ef þeir kjósa, þeir fá full kaup að þeir eru að meira sér möguleikana að Johnny tekja vappan. Kjósa MP9 á Kowalski frekar heldur en að Mangona selji eins og eitt smoke og hendi. Já, þessi líka skrítið sko, Leifsson, hann er líka til að droppa koltinum á Leifsson til að meira stöffið mitt. Já. Sko, já, en ok. Ekki besta nýtingin á peningum. Er það ekki að nýtt hann betur algjörlega þegar Krúser hérna, og Krúser það er gaman að sjá Krúser er hérna að spila í rauninni, tekur mjög mikið pláss, byrjun ándana, býtir mikið map-kontról og er að hérna, sem er mjög skemmtilegt að sjá hann gera hérna. Smókurinn sprengtur og eitthvað leitað þarna í A-lobby en það finnst ekki neitt. Krúser núna með stöffið og þeir eru 3 þarna fyrir utan. Hóta sömu 3 mólum. Ja, aðeins öðruvísum mólar en samt 3 mólar sem er committed þarna á A-sætinu en vörðin hjá Sindra haggast ekki. Já. Já, ok, bomban liggur þarna í apotekki á. Þá kemur svona hægfara ferð út að main. Það er á að taka... En þeir eru að grípa tímasetninguna eiginlega alveg að þeir gefa Krúser kíkir og sér hann clear bombset. Það er MP9 sem kíkir úr heaven. Já, og finnur hann sjárótið og komin á náði. Flott frakkana á Krúser. Mjög flott, Leifsson þess að döður hérna og já, Johnny fekk ekki að skjóta skoti úr vappanum. Mango hérna nær bombu og þeir heyrðu í Flint. Þór drefur Mango. Johnny á vappanum, hann er einn eftir, hann finnur Flint. Bomban er á leiðinni niður núna, fekk hérna Pixel til þess að ná pressa en situr núna bara fyrir aftan Smoke hérna í A-main og þetta verður erfitt retake, þó að þetta sé bara 1 og 2 þá verður þetta eiginlega ómögulegt retake hér fyrir Johnny Nas. Já, allavega með hvað hann er og þeir voru að senda seinni Smoke niður, eru báðir hérna, þannig að já, hann þyrfti að töfra eitthvað mikið úr runni. Rétt að play er að halda vappanum fyrir last round. Johnny Nas hendi eitt hérna, backing up, just backing up þegar að seinni Smoker kom og pressi flassaður út þarna, finnur ekki neitt og það er 1 round eftir þetta og gott fyrir Johnny Nas að fá stóra græna prikkið inn í það. Jep, algjörlega. Nær einhver honum, pressi er svona, nei, það er einhver staðnum. 6-5, Dusty búinn að taka hérna 6 af seinustu 7 rándum. Man rétt, þannig að koma með kompakinn en þetta er mjög terset map þannig að Sindri eru algjörlega hérna inn í þessu ennþá. Ég held að bara leið og Sindri voru komnir í 5 og þá geta þeir bara verið mjög sáttir með hálfleikinn. Og þeir eiga sénsinn á 7. hérna, þeir eru ekkert á afgalegu kaupi þó það séu 2 MP9 hérna, geta bara spila nálægt. Full stöff á hinum á móti og erum bara runnið sitt og MP9 er náttúrulega getur verið bara eiginlega geggjuð sko. Þannig að þetta er alls ekki slæmt kaup samt. Rauð midpress að fást hérna endri á vappanum, heyrið að brenna, nær fyrst á. Johnny hins vegar nær honum. Fástið tekur hann. Þetta var ekkert nema tempo hér frá Dusty
Og Cruiser út smókin inn í B-main, hann fellur sann smáður, setur þetta í 2-3 hér, Dusty vil. Svo mikið að sjálfum mér í Cruiser þarna. Svo mikið smókin þurfa að skjóta í gegn og feila þess. Ég hef lent í þessu áður. Hvar situr bomban er að taka langa rótitið akkurat núna yfir á A, en A-sætið er það sem er algjörlega tómt núna. Pressið hann að fara að fá hníf hér, Leifsson hefur ekki hugmynd að það er leikmaður að læðast aftan að sér. Þá er það Kowalski 1-3 og við verðum að segja að þetta hlýtur að teljast erfitt retake fyrir hann hér. Gæti einfallega verið fundin hér af Þorsteinn F. Nei, tímasetningin vinnur með honum og ef að Þorsteinn klírar þá ekki vatnið, missir af honum hann þá ólíklegt að það er búist við honum, amen. Gæti verið opnum. Alls ekki nefnilega búast við þér, harfaðurinn allt annað en það er engin smók. Tími sem líður ætturinn að fara að kveikja og Flint er að gera það hérna en endilega og þeir eru í rauninni finnur ekki bombuna þarna, hefði getað sett mikla pressu á hann að það byrjaði að stikka en engin smók. Það hefði verið, ef hann hefði sittið á smók þarna, þá hefði þetta verið bara mjög gerlegt með við tímasetninguna sem hann fékk þarna. Pressa allan á Dusty og Þorsteinn á vappanum þannig að það get ekki tveir spamma smókin. 7-5 fyrir Dusty. Flott kompakinn hjá þeim og bara solid hálfleikur og Sindri, sanns maður. Já, algjörlega fyrir þessi, þetta er mjög tersetið mapp og Sindri svo sem mitt byrjaði að gera þetta mikilvægt, vinna pistol, vinna fyrsta gun og hérna gera þetta bara flottum hálfleikur sér, þurfa hérna mitt algjörlega reyndar þurfa að taka pistol og setja strax meiri pressu á Dusty. Standa þér upp hérna og fá að sjá hérna flott og svo víða kameru. Já, henda í pásu hér til þess að kannski bara klóstið eða gera það sem þið þurfa að gera hérna fyrir seinni hálfleik. Já, sem að Pressi og Flint vinnindi sem tímkirikotana náðan á skemmtileg dýnamík í myndavölunum þá, en þeir eru báðir á kassanum sko. Já. Það er svona Varglúkið, hann er búinn að koma þessu í tísku. En sko, ég var að segja, ég er bara mjög ánægður með að sjá hvað Sindri er að pósta hérna á skorbortinu og sérstaklega sem við varst að tala um það line-upið er ekki full level 10 á Faceit. Já, ég held ég að fara með réttmál það, ég sko að þetta er ekki alveg þannig hérna full line-up það er teflam hérna sem er eins og impressive því að Dusty-lobbyið er meiri hlutin nálagt 3K-um og eins mikið og Íslendingar er mitt bara að spila Faceit þá er þetta mælikværi sem við verðum í rauninni að taka einhvers konar smá gildan og hann geti nú verið mjög skjúlsnundum í sitt áttin eftir hvernig menn nota Faceit. Sjáum hérna Kowalski tekur smóku 2 flush og restin og armor. Dúllur á pressa, er það ekki dúllur í höndinu? Jú. Ok, og það er bara 5 manna mid. Dúllur á pressa og Flint. 5 manna mid pús. Þeir eða hvað? Hlaupa í bara ekki nei í rauninni. Smók þarna kom í gennu þristinn báða dúllurnar í A-main og þeir hlaup í þá Þetta núna af þeim hann í A-main fá upplýsingarnar að Þorsteinn F sé þetta líka og Þorsteinn F og Pressi þeir sjá þetta litla hakkavélin bomban Stjáni Kulli lokar þessu með one-tapi. Skemmtilegt ránd, gefa bara alveg middið og svo sem einmitt af ástæða því að ef að Sindri gera það sem gera, fara ekki inn í middið að þá verða þeir eiginlega að taka annarkvort lobbyið eða halda áfram að vera þungir hinum megin. Og það meikar svo sem alveg sens að reyna að taka lobbyið allan með glokkufætnum en þá kannski að reyna kannski að þetta kveikja með það möguleiki var á þessu dúlludóti sem að hefði í rauninni og var í rauninni their undoing að þeir fara í dúllurnar í push og það er erfitt. Voru þeir 3 í A-main? Já, Þorsteinn kom í gegnum B, þessi pushuðu fyrst í byrjun á þeir kíktu, þau eru 3B, 2 kíktu út, sá engan, Þorsteinn fer þá í e-box og lappar e-box væntanlega því hann sér ekkert og fær kontakt og Þorsteinn heyrir í þeim hlaupa mitt. Þannig hann í rauninni veit cirka hvað planið er þannig að hann getur farið þarna. Þeir forstæðins við að syndramennirna og er að fara bara beint í einhvers konar B-pop með A-feiki. Það er einn gæi á A-inu sem er að feika en hann er eins og mollaður af og feikið er ansi soft. Já, það er allavega ekki mikið verið að kaupa það. Jú, einhver hreyfing á vörninni hjá Dusty, 2 leikmennarna á miðjunni. En Flint heldur vel þarna, búinn að finna 2 fellur, búinn að treyta þarna 2 fyrir 1. Það er yfirtala Dusty megin akkurat núna. Kowalski í e-box, Johnny Nas á pillar. Johnny Nas búinn að finna 2 og 2 akkurat núna. Allt á Kowalski hér á móti Stjána Gula og Pressa.
spila hér þrönga línu í e-box, sér plastið, finnur einn, finnur annan og Kowalski með MP9-na tekur niður pressa á Stjána Gula til þess að posta second round hér á bortið fyrir Sindra. Stendur upp, hann tók peppið þó hans í eini heimi á sér, stóð upp alveg og hérna, Yes! geðveikt, tók klötsið þarna og kemur þeim algjörlega aftur inn í þetta, setur Dusty í algjöran duft pening og Hvað geggjaða höttir þú að tala um hérna? mjög cool. Þetta er frábært. Flottar upplýsingar, hvernig það var litið tímaníðin, Þannig að sjáum við Dusty, þeir eru bara með $8,800 í heildina til þess að spreða á meðan að töluvert meira er Sindra megin. Hérna ætla ég að setja út þessu, ég var til í að sjá, það mætti, ef við getum stjórnað höndinu, ef við erum ekki þannig, þá þarna í þessu, það vantaði kannski bara skorið. Það var pláss fyrir infóðis. Já, það var ekki ekki. Það var alveg pláss fyrir það, þannig að ef við getum bent á, en þetta er, eins og ég er sammálaður, þetta er mjög flott og það er gaman að fá bara svona hérna andlitliftingu. Já, bara. Það þarf ekki meira. Þetta er bara frábært. Kútlós og allar sem koma að þessu. Já, sjáum við upp í hægra meðinni mitt, ég er mjög ánum með þetta líka því það er mjög mikið átt til að hérna, fólk kemur í chatti og spyr hvaða mapp er í gangi, hvað er að gerast. Þannig að það er í rauninni allar upplýsingar á skjánum í default höndinu sem við erum með fyrir framvarku núna, þannig að það er algjört props á það að hérna halda þið og í rauninni algjört essential að hérna pikka þetta út. En núna Sindri komnir á bragðið tímiðinn, Dusty ná ekki að konverta bónusóttir. Sindri eru allavega að gera þetta sem lið. Já. Þeir eru allir á 9 frökkum. Heyrðu, já. Allir hver á einn einasti leikmann. Bróðurlega að vera að skipta á milli sín. Og skemmtilegt sko að á servernum er í rauninni fragdistribution frá 13 niður í 6. Það er ekki meiri munur á öllum leikmönnum á servernum. Dusty eru líka jafnir en skemmtilegt að hérna, Sindramenn eru hérna bara í 9. Já, og mikið af upplýsingum hér sem að Cruiser var að safna hana í vatninu. Við erum með einn leikmann frá Sindra Amein og það er Kutti, hann er að leita sér einhverju, er að fá Þorstein F hérna núna í hliðin á sér en finnur Stjána Gula áður en að hann fellur. Geðvitt frakki á Kutta á Heaven Guy þarna en ég er ekki ánæður, ég myndi ekki vilja að hann leiti svona einn á móti sparinu. Því að hérna, það var svo líklegt ef hann hitti myndi ekki svo skota Heaven Guy það var Zulu-gæðan að fara að treyta um leið og þá fer hann á engu treyti. En það skiptir ekki máli, hann er eini sem deyr. Þannig að þetta er ekki stórmál, mjög gott hjá Sindraðina og þeir eru bara algjörlega, þeirra pikk og þeim líður greinilega vel í Anubis og ég held ég sé alveg að fara með rétt mál þar að það er algjörlega þannig, þetta verður alltaf verið þeirra algjörlega perma pikk, mjög þungir í því og spiluðu mitt leik hérna í vormótinu þegar ekki á mótið mitt Fylki. Já, það var svona comeback-leikur. Bæði lið, það voru langt þar og hérna... Mér finnst það bara vera algjörlega frábært að sjá þetta lið hérna vera spílandi svona vel. Algjörlega, og þeir rauninni setja pressa á því að þetta Dusty-lið er algjört pökk, þannig að Dusty-lið hefur ekkert nema í rauninni bara svona einfalda hluti til að falla aftur á. Sjáum hérna þeir labba B-ið og labba í engan. Nullan er að snúa sér af þeim, þannig að hann sér þetta, en hann með bombu. Nei, bomban er apotek, en næri sér bara einum. Og það getur komið kaos hérna. Hestin er ekki að komum. Já, Kutti, Johnny eru þarna að taka mót þessu Icy Spicy eða Flint fann AK-inn og Þór fann þarna eitt fragg en 8-8 og hérna er rauninni bara algjörlega er það þannig að í rauninni eru Sindri með pálmann í höndunum af því að þetta er termapp. Þeir eru búin að byggja upp bara þó nokkuð góðan pening á hérna 3 spilurum þannig að þeir eru ekki að vera sendir í einhvers konar hard spar strax og þeir tapa rándi þannig að þeir geta haldið tempóin uppi og haldið pressunni og þá eru þeir bara hérna að fara að setja mikla press á Dusty sjáum hérna Pressi og Þór eru þeir sem eru á toppfraka hjá Dusty 14 og 13 Það er Þór sem að tekur fyrsta kontakti hér út í box Flint hleypur líka út A-main og það er eins og Dusty hefur sagt jæja, við þurfum bara að fara að mæta þeim snemma. Þeir tóku hérna bara svona klassískt Anubis sound, það er pressa úr e-boxum og pressa A-lobby. Mér sem kannilega gerir þetta en þetta er mjög klassískt, setur pressu á báða staðina og í rauninni letur terrana þurfa að taka ákvörðun og það er svo líklegt að terrarnir default í 8 til dæmis e-box eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þeir setja hérna strax rándi í 5 og 3, hörfa tilbaka nema það reyndar já. Hann þarf að horfa í vatni hér. Já, það er... Finnur Þorstein! Flint svarar. Ég ætla að segja, hann er aldrei að fara að komast lifandi hérna af því að Þorstein er í mjög miklu svona off-angoli. Já. Pressi hins vegar... Rekkjar í línu. Já, Pressi er bara eiga rísa leikirunni og það var að taka hérna... Þetta er frábær lína.
frábær línaðan eða pressa, tryggir Dusty 9. lótuna hér, 9-8 Algjörlega. og leikurinn eiginlega bara í játnum. Það aftur kaup, tíamegin, sindramegin. Gott fyrir Dusty að vinna þetta ránd, þeir voru komnir í megabastl með peningin, þeir hefur verið spar aftur þarna ef þeir hefur tapað þessu 100%, en eins og eiga Sindri fullkaup hérna, sérst allir með rifla og setja, þeir Sindri getur niður þetta ránd og setja ansi mikla pressu á Dusty. Þegar peningurinn á Dusty í rauninni mest 2 og 5k, þeir setja þá í ansi púsir hins vegar, taka púss hérna og treyta það 2 fyrir 1, Þorsteinn beitar það hins vegar og drepur 2. Vá, Þorsteinn, hann bjargaði út úr þessu en Johnny Nas, hann fylgir þessu eftir og þeir eru 2-2. Þetta var skemmtilegt, sko, þetta var mjög skemmtilegt. Þetta kannar 2 manna push mid sem treytast illa, myndi ég segja, full aggressíft, en það í rauninni gildra, þannig að þetta er viljandi kannski gert. Þorsteinn Stjáni Gulli lappar ekki inn smókin, vel spilað. 10-8, Dusty vinna, 2 á lífi, þurfa að droppa hérna, ná með þessi vappa. Stjáni Gulli bara þetta ránd sem var orðið erfitt fyrir þá. Allt einhvern veginn sindramegin, þeir eru 2-2, erfitt fyrir Dusty, þeir eru bara kannski að splitta sér á sæti eða velja sæti til þess að komitta á og svo kemur Stjáni Gulli bara og lappar í smókin og klárar þetta. Hann makes a play eins og maður segir, tekur smókin og treystir því að smókin í rauninni íti þeim í burtu sem að mjög líkilt að hann geri. Hann lappar í gegn mjög snemma þannig að hann í rauninni setur þetta strax í og þarf að gera þetta snemma. Það var að spar. Mollaðir af hins vegar í middin og ætluði midröss. Hins vegar getur verið midrössa hérna og bara það engin. Það engin, þeir heyra þetta. Stjáni fyrsta kontakt, smókar, ítir þeim í fara og það blind. 1 kill. Og það svolítið vandamálið þegar þú ert með lestina, 5 manna lest að keyra á þig. En núna lestin aðeins búin að teygja á sér og Krúser, hann í skemmtilegri línu þarna en Kowalski fer út, beita kontaktið en Krúser klára bara báða að fæta. Vel gert hjá Krúser, velur sér eins og ansið erfitt angul en næra að láta það virka. Hann konast með 2 líka. Setur þetta í 2-1 og fær plantið, þannig að sko Rísastórt. Frábært í rauninni fyrir Sindra, þeir keiftu ekkert inn í þetta ránd, þetta var bara rétt uppgreitt pistolur sem gátu. Þorsteinn kemur hérna fyrsta kontakt og hann í blindabletnum nær einum. Stjáni treytar það vel. Gott spacing á Dusty. Já, ef að Stjáni 2 sekundur setna þarna, þá þetta bara 2 1v1s og hendi bara í höndunum á mangunars. Já, mjög flott hjá mangunarna sem staðsetningin hans á Apexinu. Hann verið eins og hann verið 100% viss hvernig hann gæti verið í blindablettinu með CT-inu og fengið hann til þess að pússa. Þorsteinn þarf að fara að klíra meira hardleft. Ég kalli þetta no-pex. Það Apex alveg hodni og no-pex hægra með mér. Þorsteinn þarf að klíra það þess að hann fer í anguli sem hann veit hann pussi. Þannig að flott spilaði á Mango en einmitt já, flott líka ránd eins og það 11-8 hérna, þannig að Dusty nú svona nálægt í að sigla þessu. Það eru að milja þetta niður hér, eina lótu í einu. Mollin feila mitt og Þorsteinn nær þá að kíkja með vappan og ef það hefði einhver verið hérna hefði hann nú haldið að móðurinn hefði átt að ná honum út. Nei, þetta er molluð hús, þannig að hurðin var ekki molluð. 9, þetta er B-split, vappin vantilega að halda línunni og þetta er bara full-on B-split neðan nokkurn veginn að fyrsta tempo og 1:30 eftir kontaktið að koma. Pressið það hér, Krúser eins og treytaður, Flint í Super Turbo. Það sér Kowalski krossa þarna, veit að flerum, Kowalski búinn að finna pressa. Það ættir nú ennþá að vita hvar Flint Þorsteinn smókaður út í box. Og Kutti klárar Flint þarna, smókurinn sprengtur og spurning hvort að þið séu með upplýsingar að þið séu báðir þarna. Veit það ekki, þeir eru vel annað 100% búin að fá 1 kill til að skjóta mikið. Hins vegar. Þessi smók algjör gildra hér. Já, hann það. Hann hitti flassinu. Hitti smóknum í Kutta og Stjáni Gulli spreyjar út frá því. Hann líka hærra HP gæjanum. Kutti á 18 HP hérna en smókin hins vegar. Og Þorsteinn finnur hann í gegnum smókin. Það 12. rándið til Dusty. 12-8. Sindri með bakið upp í vegginn hér. Búinn að spila frábærlega í þessum leik og mikið af rándunum sem eru búin að tapa hérna búin að vera tæp líka. Já, algjörlega. Sérstaklega þegar ég fór yfir Terri þá þetta búin að vera Dusty að taka defin á 1-2 lifandi. Þannig hefur leið þannig að Sindri hérna þurfa að taka 4 í röð. Ég held allan að við getum sagt það er ekki búið að vera
sko ekki meira heldur en 1 ránd þar sem Dusty valdi við Sindra. Já, sér það náttúrulega bara eins og myndum á fröggin á sörfun. Já. Að í rauninni fröggin á sörfun gefa þetta í kynna að þetta er í rauninni bara jafn leikur. Já. Sem er skemmtilegt. Skemmtilegt fyrir Sindra. Skemmtilegt fyrir Sindra líka mæti hérna leik og einmitt koma strax inn í hann. Flassin í gegn, Krúser í gegn. Flass. Og hann heldur áfram hér, finnur ekki meira samt sem áður. Johnny Nas var sig, en Flint, hann setur pressu út að main, en það er treytað líka 3-3 núna. Og jöfn treyt snemma í rándum eru oftast betri fyrir terliðina og Johnny Nas núna búinn að koma þeim í yfirtölu í þokkabót. Algjörlega, og hérna þurfa terrarnir í rauninni bara að grúpa algjörlega saman, reyna alls ekki að láta pikka sig einn og einn. Leifsson missir hann rétt að pressa labba og báði sítjarnir eru á BN-u og báði labba út. Auðvitað gera þér það. Reactive, Þorsteinn 100% að stjórna þess aðeins hérna, en Johnny Nas, hann ætti á að sé þetta. Nei, hann hefur ekki séð hann. Ég sá Þorsteinn pressi, jú, Það sýnist mér. allavega, þeir voru 100% á hvað hann væri. Bomban mun spottast pressi. Já, Pressi klárar þetta með geggjum skotum þarna. klárar þetta og endar þá bara toppfraka 22-13 hérna og bara frábær leikur að pressa. Það var ekki án kredd fyrir það algjörlega. Icy Spicy með næsta þetta ADR-ið, þannig að Þorsteinn ekki með þetta algjörlega í bakpókanu sem er skemmtilegt. Já. Ég myndi segja bara virkilega góð framistæða þarna hjá Sindra, tæp round. Ég myndi segja Dusty vinnur þennan setjahálfleik af bara getu til þess að búa til plays. Já. Stjáni Guli, Þorsteinn þarna, labband út B, skilur þú veist, þeir eru að vinna 2-3, þar sem þeir eru að fara út og finna info bara á góðu kalli og góðu playmaking ability hjá bara einstaklings framtakinu. Algjörlega. Það þarf náttúrulega að vera þannig í liði sem spila ekki mikið saman en þeir spila náttúrulega samt allir Counter-Strike á nokkuð há leveli þannig að þeir eru með DCR og náðu Sindra hann einmitt gripa á ofnum buxnum á hælunum og já, Dusty í rauninni siglaði þessum leik mjög fínt heim. Já. Það er bara virkilega flott. Má ég spyrja þig, hver er toppmaðurinn þinn í þessum leik? Ég setja bara á pressa, bara tók líka eftir því að þetta er mikið að multikillum sem hann tekur í rándum sem að geta verið að svinga leiknum mikið eins og ég talaði fyrir að það er lítið sem þarf til þess að svinga hlutina þannig að pressi fær þetta bara fyrir toppfraki og ég var ekki að horfa eftir einhverjum extrímli góðum kollum inn á milli og Þorsteinn þannig að það er ekki að færa hann þannig held ég. Nei, þá höfum við það. Pressi fær toppmaður Jóa Shine hér í fyrsta leiknum sem við erum að sýna frá hér í stórmeistaramótinu. Tæpur leikur milli Dusty og Sindra en við erum að spila best of threes hér í kvöld þannig að við fáum map númer 2 eftir örskamma pásu og það er Train sem er eitthvað sem þú vilt ekki missa af. Sjáumst eftir smá. Framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Red Bull veitir vængi.
Já, verið hjartalega velkomin aftur, stórmeistara mótið heldur áfram hér og við erum að fylgjast með seríu Dusty og Sindra. Dusty leiða 1-0 eftir map nummer 1, það var Anubis, tæpur leikur sem fór 13-8, var það ekki? Jú. Við erum þá að fara í map nummer 2 hér í þessari seríu og það er mapbyggi hjá Dusty og það er Train. Og við yttum alveg þokkalum tíma í uppbytuninni að tala Train og er af góðri ástæða því að við erum held ég bara báðir ógeðslega spenntir að fá að sjá Train hérna í þessari seríu. Verandi samt sem áður, pikkið hjá Dusty, verandi tiltölulega svona nýlega reworked og koma aftur inn í púlið. Erum við ekki búið svolítið við því að þetta geti verið svolítið Dusty dominant? Jú, algjörlega. Sindri fóndur að byrja þær, þeir fá að velja site. Nei, CT segi, þá byrja CT, en ekkert vissum að skipta endilega svo miklu máli fyrir Dusty. Geti jafnvel verið betri fyrir að byrja terr, geta snowball og þar, þeir komast inn í þetta, þeir eru betri þannig að þeir geta verið að taka meiri áhættur og opna roundin með plays og þannig já, algjörlega, ég myndi alveg segja það fyrir þetta að Dusty eru ansi heavy favorites farandi inn í þetta, þannig að það er Sindra koma okkur óvart og sjá hvað eru með í pókaóðninu. Já, við kannski vitum ekkert, það gæti alveg verið að Sindri sé bara búið að vera laumuprakka Train á fullu og séu bara mjög sáttir með að fara í það. Ég meina, þeir bönnuðu það ekki fyrst og það var nú ekki líklegt svo sem að fyrsta pikkið hjá Dusty yrði Inferno. Tala nú ekki með þetta puck line-up, þannig að við þurfum náttúrulega að gera ráð fyrir því að þeir vilji þá frekar fara í Train heldur en Inferno og við þá eitthvað í höndunum. En það verður allavega áhugavert að sjá. Ef þú horfir á bara út frá leik 1, hvaða aðilar innan Dusty, hvaða aðilar innan Sindra er að horfa á að stíu upp hérna á Train-hliðinni? Hann var bara kannski Þorsteinn, hann var svona hægfara eða hljóðlótur í fyrsta mappinu þannig séð, en aftur á móti í þessu Sindra-lið þá var það Mango og Johnny Nas sem að litu best út þess mér í fyrsta mappinu og með svona sá high level spilamennskur frá þeim á tímapunktum og gott map awareness og þannig að ég myndi halda að þeir fyrir þá að vera því ég vilja tartu heavy hittir hann til að gera stóra hluti þegar þú ert að fara í einhvers konar upset. Þannig að ég myndi algjörlega segja að vera þeim sem þar og svo bara fá Þorsteinn inn í þetta fullum krafti. Bæði Flint og Pressi voru góðir í fyrsta mappi, þannig að þeir halda því bara áfram. En algjörlega. Og þeir eru okkur þessir aggressífur rifflar. Þannig að við ætlum að henda okkur inn í Train, skulum sjá hvernig þetta map endar á því að spilast 1-0 Dusty við eða loka þessu. Þá er fyrsta serían hér í útsendingu í stórmeistaramótinu lokið og það er komið tími til þess að komast að því hvernig þetta fer og eins og þú sagðir Sindri byrja hér á CT-hliðinni, varnarhliðinni, svokölluðu Dusty á sóknarhliðinni og það er hratt hlaupið hér upp í Brownholes eða Breiðholtið og það er keyrt á inn í bombsæti þar sem Þorsteinn er búinn að finna opnun og Kowalski er lár hér alveg aftast. En Dusty bara venjulegum smóknum nei, þetta er bakkinn sem með bombuna, já, nullan Pressi labba út í garðinn leið og þetta er bara fake. Já, frábært fake og virkar mjög vel. Leifsson hér fær sjens í fætinum í tengi. Kruse er ekki alveg kannski að vinna vinnuna sína eins hratt og örugglega og maður hefði viljað þarna en Leifsson búinn að fella hann. Þeir eru 3-3 hér akkurat núna. Málið með nýja rauðastegana, þó hann sé lengri, þá er hann nær inni. Já. Sest, ef þú ferð inn og setur pressufjarkan, þá ertu fljótari að fara rauðan heldur en í gamla þegar þú ert að fara upp og droppa. Þó að þú verist droppaðir, þá er það jafnvel styttirlega að fara núna og auðveldar að pivota og lið gera það mikið og myndi halda það að ef að Dusty færi í einhvern svona default, að þá væri defaultið tiltölulega heavy í þessu breiðholti, þessu Brownholes, að taka stjórn á því og rauðastega, af því að þaðan getur þú sett svo mikið press, ef þú setur pressu inni, þá sé íta sít hérna líklegast einum í alltaf inni. Þá er rauðistíðin kannski með meira vulnerability og þetta opna fyrir leiðis á öðrum stöðum mappinu, sem minni Stjáni Guðlum, þetta er mjög mikið metamolli, ítir því að sít hérna get ekki púsað upp. Þetta er frábært insight. Ég var ekki búinn að hugsa hvernig þetta opnar fyrir fleiri fakes eins og við sáum hana. Algjörlega, það er stuttur átöldun á milli og þeir eru konir sem beint í bakið það með það er eins og að vera að horfa Blind fær hertuna. Hann fær 4, hvað er hann 5? Nei, Stjáni Guðli kemur og segir nei, pannaði eisa hér. Já, you earn your aces. Já. Það er snögt 2-0 hér fyrir Dusty. Algjörlega, og saman Sindri hann bara full spöruð, þannig að þeir ætla að taka hérna fjögurkaupið, klassíska. Þetta peningurinn núna í nýja, peningsystemi í þessu ömur það að þú tekur þú stapar pistol og tekur spar í öðru rándri algjörlega spar, þá átt í rauninni rifflakaup, en þú átt eins og rosalega lítið jútil.
Og ekkert kitt. Og ekkert kitt og það er spurning hvort Dusty kveikja á þessu að þeir sáu uppspilna þannig að þetta verður að kaupa hérna hvort þeir taki hratt út í ránd. Nei, farið það sama. Móli feilar hana í main. Það eru 3 sítja bara á bombulistinni. Shaman og Dusty senda 2 Ivy, 2 inni sem fara beint í rauð. Þetta er rauninni bara splitt á garðin hérna frá öllum stöðum. Frosted sækir sér entri þannig út kompuna. Þarna er, já, hérna Þorsteinn Kolski var að leita einhverju þarna í smóknum en fellur. Já, lítur svona út fyrir og myndi alveg geta trúa því að hérna Þorsteinn verði í kompun í defaultinu og hérna hann hefur alltaf fílað það veit ég og gaman og hann hefur svona góður að setja einan einhver staðar, hann getur tekið rosalega mikið pláss og svo með Stjáni Gulli með hennan molla sem ég sá hann henda þá er hann líklega til að vera svona inni defaultari eins og maður segir, hann kann jú til að taka móti því smá lag hérna, Kutti tekur pressa, Flint svarar með manguna hans annar staðar á mappinu. Inni, plant. Krús er að halda útsvæðinu, finnur hann að Leifsson og heldur. Dusty er hins vegar búin hérna að planta niður smók þarna. Og rauninni spilarnir sem ég myndi segja hárrétt. Þú þarft að setja... Skam tekur hann. Heiðarlega tilrauninu Kutta. 3-0, Dusty að stakka pening. Setja Sindra inn í spar og svipað eins og ég talaði í byrjunni að gæti henda Dusty bara verið í terrina því að þeir geta gert þetta, snowballa aðeins í harkalega og já, oft þegar þú ert betra liðið þá er terr oft einmitt bara svona hérna. Já, þetta er svona, skilur, Dusty meðan það þeir eru að pikka þetta map líka, það þýðir líka að þeir eru öryggir með það að þeir séu með nógu mikið af mismunandi svona svipum sem þeir geta gefið Sindra að það sé ekki alltaf, þú veist, að þeir séu ekki að fara að lenda á vegg. Sindri er ekki að fara að krakka það á tímegin og ef eitthvað hættir að virka þá bara fara þeir í næsta. Og það eins og þú segir á móti óöryggri vörn getur verið eiginlega bara ómögulegt að díla við. En núna sjáum við push hérna út Ivy og alla leið upp. Þar eru leikmenn komin hratt í bak. Og einhverjir farnir að falla. Kowalski er að fæta þarna Stjána Gula. Stjáni Gula er mjög lár. Flint er það líka. En Kowalski samt bara einn eftir hér ólíklegur til þess að sigla þessari lotu. En gæti svo sem fundið fleiri fellur. Gera það ekki. Hérna, skorbútið. Ætla að fara að segja Flint að flottan leik. En fattar reyndar ég held að þetta séu 3 kill þarna og 4 kill á hann með uppspónum. Þetta eru 7 kill á móti sparinu. Þannig að hann flott statline en það er hérna, það er saga á bakvið stundum. Já, það er alltaf klókir spilarar finna frökkir einhverstaðar sko. Maður má ekki líta vel út úr skorbortinu. Nei. Og sérstaklega í fyrstu uppspilinu þá er hann með algjörum sneiðum hann stillir sér upp fyrir uppspilinu þegar Pussy og það er alltaf líka kunst að taka alla helvítis 4 gæjana sko. Já. Það er oft sem maður tekur og feilar bara, tekur einn og feilar restina sko. Vappi kominn á Johnny Nass og hann fer þarna, þeir eru með 2 Vappi, Kowalski fallinn. Drepinn af Flint sem er þá, hvar kom þetta kill? Vangón er eins og þeir hreyfið. Uppi, eða hvar? Nei. Bara átta mig ekki neitt. Þetta hefur komið út kompu. Eða út main. Þorsteinn búinn að snigla sér út hérna og þeir setja pressa á inni og já, Þorsteinn fær, já, mjög. Leifsson með 2. Hann er að gera mikla vinnu hérna inni, setur þetta hér í 2 á 3, 2 á 2, Þorsteinn jafnar í liðum. Stjáni hins vegar að veita að hann má ekki deyja, en það er gæðin sem þeir vita að það er langt í Þorsteinn. Þorsteinn er búinn að tapaði kitt á Kutta. Já, Þorsteinn hann hleypur eins hratt og hann mögulega getur, en Leifsson hann að taka fyrsta kontaktið. Þorsteinn klárar samt báða leikmennina en rándið fer til Sindra. Já, hugmyndin var svolítið góð en Leifsson með þarna rísa túkja því að Þorsteinn er þarna til að klippa rótitinn og gera það verkum að leiðan bara killið að þurftur hann vafa í Sindra og til dæmis Johnny Nass hann getur ekki bakkað en Leifsson að taka 2 gerir það líka verkum samt við þess að Stjáni Guli er einn á bombsætnum. Þannig að við skrifum þetta ránd á Leifsson alveg 100% rísa stóra þarna inni og það er það sem þú vilt úr B-akkerinniðinu á trein. Þú vilt að hann finni 2. Já. Reyndar hann er ekki B-akkir, hann var rótið og hann fyrir B og góð eins og með endri hérna. Play út Ivy líka í fíla þetta. Algjörlega. Sindri greinilega ekki hérna að spila þetta fyrsta fílt en Grenan þarna tekur smókinn, já pressi, vel gert. Virkilega pressa. Vel gert, ég pressa þarna. Mango hins að tekur treytið strax á móti og Johnny Nass, þeir eru báðir í rauða hérna og Leifsson í rauninni með possu sem hann
Já, þetta ansi, býtu, hann þarf ekki, Og lappar inn í og það spegin. rauðaflangið, þarf ekki, þeir þurfa ekki að, þeir vita þeim báðum eða ekki? Jú, þeir ætla að báðir að skjóta. allar upp. Af því að sko, Pós Leifsson var með svo geggjaða one and done og Mange svo þannig í kompunni meirunni þetta hliðarangól, en hins vegar opnast hurðin hérna algjörlega fyrir Dusty með þessu killi. Bomban liggur þarna og Mango kemst Johnny nær að skjóta í hliðina á honum, en feilar. Mango fer inn í smókin og Stjáni nær honum og hann sleppur alveg án þess að sjá og þeir eru að klippa rauðtettið af rauðæðina. Kolski finnur tímasetninguna, þá er það Stjáni Guli 1 á 2. Veitum báða. Nei, Hann veit ekki endilega Mange, jú, er það? jú, af því að Mange drar bombuna þannig að hann allar svona gruna, hann veit hann þarna meginn í mappinu sem hann segir. Já. Gæti verið Ivy en gæti líka kompu, horfir hann í flask, nei, dodgar það, mjög low. Klárar þetta vel spilað á Kolski hérna. Flott round til Sindra og crucial round að tapa ekki þessu, af því að peningurinn á Dusty þannig svo sem ágætur og Planti gerir hann ennþá betri, en peningurinn hjá Sindra hefði verið gjörsamlega í duftinu að þau tapa þessu og í rauninni gjörsamlega í duftinu, en round á borðið, 4-2. 4-2. Tölum það að þetta sé CT favored map, en eins og þú minnist á, Dusty að pikka þetta map og eins og efnahagurinn að spilast í MR12, að þá kannski ekkert óeðlilegt fyrir okkur að sjá bara Dusty favored hálfleika. Já, líka bara því að Dusty eru betra liðið, betri, þú veist, bara mann fyrir mann eru líklega bara allir 5 Dusty-gæðinir betri, eða kannski Krúsar tekur til svega kannski þar, en betri bara aimerar og heavy hitterari heldur en í þessu Sindraliði. En eins og Johnny Nas og Mango allavega, Mango búin að hérna ágættis rándinn á milli. 4-2, full kaup og full kaup, og þeir eru niður fjarkar og treytaði svona og náð, já. Já, 2 fyrir 1. Samt ekkert eitthvað, þú veist, ömurlegt fyrir Sindra. Alls ekki, það spurning hvort það fari út hérna á Þorsteinn. Það bara proactivity, það er þessi playmaking sem í gangi. Þorsteinn F, hann bara lokar þessu tengi. Þorsteinn F með 4K hérna. Hann 12-2. Já. Hann ekki búinn að vera að soga til sín þessi ígófrögg. Nei, algjörlega rétt. Þorsteinn að taka hérna í mitt, ég held að þetta séu 2 af þessum gunrundur sem Þorsteinn búinn að vera með 4 eða 3K. Sem risa stórt. Flottur hálfleikur hérna. Þetta, sko, ég ætla líka að segja, þetta lyktar alveg svona smá eins og Þorsteinn segir bara, nei, það er svona að peka trein. Bara þið kunnið allir að spila trein, skilur þú veist, þeir þurfu ekkert endilega að vera að prakka og hann bara, ég ætla að kalla þetta, ég búinn að prakka trein, skilur hann hefur farið út, hann hefur gert það við Fisher College og hann veit hvað hann að gera. Algjörlega, hann veit og hann líka veit hvernig hann vill spila, sko. Þannig að það alveg algjörlega þannig, ég myndi segja það að pikkinni hjá þeim bara, hann tekur vítu og hann velur bara sem hann vill án þess að velja inn í eitthvað bull fyrir aðra. Þeir vita alveg svo sem, þeir spiluðu vormótið þannig að þeir vita alveg hvaða möpp þeir hafa verið að spila. Þannig að trein algjörlega í mappúlunni hjá þessu Dusty-liði og hérna mikið komfort fyrir þá. Þannig að þeir eru alveg stórhættulegir hérna og eru að setja Sindra í erfiða stöðu. Sindri með vappan hérna á einum. Eins og Johnny Nas, flott lína þarna, finnur pressa og Stjáni Guli svarar samt á Kolski en Kutti búinn að finna Stjána Gula. Þú eru hröð treyt þarna fram og tilbaka en Þorsteinn F, hann komin hérna út B-bombsættin og hann leitar að einum, búinn að finna hann og heldur áfram og þetta það sem hann gerði líka í síðustu lótu, hann bara tekur alveg aftast á innisvæðinu. Algjörlega, og það mjög gaman, sérð sko, það sést svo rosalega, honum líður svo vel í mappinu, hann þekkir angulinn svo vel og hann er svo örugur hvaðan fætarnir að koma þarna, þetta var svo bottafætar hann bara nákvæmlega vissi hvernig hann þetta færi yfir og búinn að taka hérna 2 round á móti bara kaupum með 4K og 3K. 3 round núna, hann með 3 í þessari lótu. Já, algjörlega, að setja hérna nákvæmlega sem við tölum fyrir en leika, hann er alveg ógnvænlegur og mun draga þetta Dusty-lið langt í þessu móti, algjörlega. Og eins og ég segi, vill vantilega sjálfur bara draga allir í úrslitaleikin og helst fara í úrslitaleikin og hérna karriða á til sigurstöðu þar. Já, segja hérna blessu senuna með einu góðu sigri. Algjörlega. Og það þú veist, eins og þetta alveg greinilega eitthvað sem er bara svona eitthvað svona dísis sem hérna, ef við náum inn í bóksættinum og við náum aftast inni, þá eigum við bara að vinna rándið. Og hún líður greinilega vel þarna eins og segir, en Stjáni Guli, hann búinn að finna opnin hér ásamt Þorsteini og Flint heldur hér rétt fyrir utan, EHF-gatið eins og ég kalla Leifsson finnur engan, Flint og Krúsir loka þessu. Flint startpattar aftur út í sparinu, næsir í 2 sneðar.
Við byrjum við Flint, hann er hérna, hann er 12-2 maður, hann er að rúlla upp þessu leik maður. Flint hérna, bara Þorsteinn og Flint hérna ber þetta, en svo sem Þorsteinn tekur út í gunnándunum og Flint tekur og moppar upp móti spörunum og það þarf ekki mikið meira, hinir með hérna færri frögg sín á milli. Sjáum hérna nýja höttið aftur. Ja, skorið er þarna uppi. Já, algjörlega. 2-7. Algjörlega. Eina sem vantar þarna væri hérna að bæta inn bara hérna skorin, eða skorin á mönnum, kill death ratio. Já. Rauðflössin út og hratt út kompuna til hægri hérna, já. Dusty eru núna komnir algjörlega í líka bara komfort. Þeir eru fannir að taka hratt úti, þá ertu við yfirleitt komið mjög mikið momentum. Johnny Nas, hann gefur eftir línuna þarna og Prestina er að koma sér á e-box. Þór finnur Kudda. Kowalski með skemmtilegt angul þarna, en það virkar ekki fyrir hann. Johnny Nas með hnífur upp í smóknum. Að leita að Þór. Veit að Þorsteinn setjast þessi gegn. Þorsteinn bakkar eins og það 7-2, stefnir í 8-2. Dusty eru mjög confident og það er mjög erfitt náttúrulega fyrir Sindra að spila á móti því í rauninni hvaða mappi sem er. Það er erfiðast sem hún gerir þegar þú spilar á móti liði sem er betri en þú er að þegar þeir eru farnir að vera og í rauninni farnir að sína þessu betri en þú. Þá verður svo erfitt að einhvern veginn svona koma sér inn í hlutina. Og akkurat svona. Dottinn úr ryþma. Já, hann gerir vel til þess að halda aftur þess að skjóta þarna, hugsa sig síðan og ákveður að láta vaða en gefa skotinu og vel gert hjá Flint þarna að snúa sig við og tryggja þetta, losa þessa byssu og þá er peningurinn ekki frábær Sindra megin. Nei. En er aftur á móti bara í geggjuðum málum hjá Dusty, þeir getur keypt út bara 3 leiki hérna viku við. Já, Dusty kaup út þennan hálfleik og hérna stefna óða önn í einhvers konar 10-2 hálfleik. Og hérna valta þessu mappi svona upp sem er svo sem hefði verið þetta búast við og hérna fyrir fram algjörlega sterkara liðið. Sjáum hérna mitt Team Moneyin 48.000 eftir kaupið sko. Það er eftir kaupið. Equipment value 26.700. Hérna það er einna hæsta sem þú getur örugglega komist í. Þú ert með þú ert með meira equipment value á Dusty heldur en heildar peningurinn sem er til á Sindra akkurat núna. Og nóg eftir í bankanum, þetta er eins og að horfa á aflandsreikning hjá einhverjum útrásavíking hérna Dusty megin. Algjörlega. Það eru bros á vörum þar, sýnist mér. Mér er alltaf svo geggja að fylgjast með rigningunni í trein. Það er svo gott touch sko. Mappið er náttúrulega bara algjörlega gullfallegt eins og maður segir og það er mjög gaman en það er samt ekki hefur ekkert áhrif á eins og til dæmis visibility. Nei. Það er ekki þannig í mappinu að þér líður eins og þér líður ekki eins og það sé dimmt eins og það er dimmt í mappinu eins og það er drungulegt og flott en ég er sammála því að mappið lítur einstaklega vel út og góð merki þess að koma gal í uppfærslum á mappum. Mér finnst líka nýja trein finnst mér vera mest CS looking mappið í CS2. Þegar uppfærslan kom fyrst og ég var að spila Anubis eða Nuko mér leiði alveg bara svona smá eins og ég væri bara í Valorant. Ég er alveg sammála því að möppin eftir að litinir í tvistinum vera vibrant þannig að möppin eru eiginlega öll þessi gullleitu möpp Dust, Mirage, Anubis þú veist, öll hittir nú við. Þorsteinn F! Þór! Hvað gerðist þarna? Náðan bara öllum sem mættu kompuna. Ég misti alveg þessu. Þú sérð hvar fröggin eru þarna. Það voru 3 sem ætlaði að pússa kompuna og Þorsteinn F bara spreyjaði á niður. Cruiser fyrir í hnífinn á manguna hans. Og það er komið kassin út og bara liggum við fleiri hluti komin út hérna hjá þessu Dusty-liði en það er 2-1 samt. Hann gæti defa. Hann veit það ekki, hann veit bara ekki að hann hefur allan þennan tíma. Dusty eru aðeins að overcooka hérna sko, svona disrespekta á hérna. Hann tryggir þetta ránd en Kuddi fellir pressa. Lífir eins og bara einn hjá Dusty, ekki það að skipti engum máli eða engan pening náttúrulega sko og Cruiser hnífaði sko, eða svo mikið pening sko. En þetta var svona smá sketchy úr því sem að byrjaði í hérna Þorsteinn F í algjöri. Þetta var ekkert eðlilega. Bara hvernig færðu 3 menn með rifla í þig og þú spreyjar á alla niður. 3 headshots líka. Algjörlega. Þetta var rosalegt og leiðilegt að við náðum þess ekki bara á kameru hérna. Það gerðist líka svo óbóðslega snemma. Þeir straujuðu bara kompuna sko. Og þá er líka með skrítið að hann sé ekki greipinn kannski svona aðeins með buxurnar á hælunum sko. Ég var bara að hlusta á þig hérna að tala og svo allt í einu voru 3 kill í fítinu bara. Algjörlega. 9-2. Þorsteinn kominn út, Ólafur hérna.
Hann bara að gera þetta sjálfur akkur núna, veit ekki að manninu sem að klifra upp stiga samt í hliðina á honum. Tekir hann í hliðina, loksins honum refsað. Ættir þú að vera löngu búið að því? Bakvið á, sjáum það, Mangin nær hérna, en það smók. En Mangin lappaði fram hjá þeim öllum! Oh my god, Mangonas! Þetta var ekkert nema óefni. Það búast við því að þetta sé innigægin, þannig að fimmugægin ætti að fá að drepa bombuna. Það enginn að halda því. Hvernig kíkir hann hins vegar? Finnur á báða, droppar á beint í deffið. Pressi að koma niður fjarkan, að leita að einhverju. Finnur að Leifsson, nei, gera það ekki. Og Sindri krækja sér í þriðja rándið sitt hér í þessum hálfleik. Sindri í 9-3 í hálfleik, Dusty Vil. Algjörlega. Það var svona gott fyrir móralinn, taka síðasta rándið. 100% og algjör þörf á því að taka þetta. Þurfa hérna algjörlega pistólið og setja þetta hér eitthvað hérna smá snowball. Þetta, já, myndi segja þetta velti náttúrulega bara algjörlega á pistólinu, hvort að við séum að fara að fá einhvern leikhús eða hvort að þetta svona washist út. Það aftur Smoke 2 Flush og Kowalski, þannig að hann utilarinn þeirra. Hvernig Stöffi ákveður hann að henda. Hvað gerir Dusty? Postið á dúllunum. Þeir þarna 2 í fjarkan upp hann. 1 mætir þarna sníki eins og maður segir á Dusty. Leifsson finna 1, Johnny Nas búinn að finna annan. Leifsson bætir í þarna manna forskot hér hjá Sindra akkurat núna. Kruse samt búinn að jafna í liðum. Og hann heldur áfram að taka á móti þeim hér á útistættinu, pikkar upp aðra byssu og hann fellir niður hægri vinstri leikmenn Sindra hér. Og Pressi klárar þetta, leit vel út fyrir Sindra á tímabili en Kruse risastór. Algjörlega, Þorsteinn örugglega eitthvað smá, myndi segja pirra, hann væri flank í rauðan þegar þeir bökkuðu allir 3 útigæðinir inn þegar þeir heyra inn í dótið. Á meðan ég kannski verið að halda að einhverjir hefði ekki verið með augu fyrir hann á flankinu. En Dusty 10-3 hérna. Sindri virðast alltaf að taka hart glokkuspar. Ég ætti að sjá út kompuna og láta bara 5 núka sig. Nei, þeir taka gáfulegu leiðin og láta eða Stöffi. Þetta svo sem það sem átt að gera þegar þú tekur glokkuspar, að þá átt að reyna að láta sít hérna eða þess miklu Stöffi þeir geta. Af því að Stöff kostar peninga. Það besta sem þú getur. Stöff kostar peninga. Þetta kód kvöldsins. Það bara dót kostar peninga, gott fólk. Algjörlega. Það ekkert frýtt í lífinu né í Counter-Strike og það það sem Sindri að treysta á hér. Þorsteinn, hann með línan að sér skuggan á undan líka, ætti að vera freka frýtt takk og sér núna fleiri á leiðinni. Hittir á 2 þarna og klára Mangonas líka upp með P2000. En það ekki nóg til þess að klára það. Pressi samt lokar þessu og 11. lotan komin í hús hér fyrir Dusty. Algjörlega, lítur út að Dusty sigli þessu bara 2-0 hérna eins og menn hefði nú giskað fyrir leikinn. En flotta núbis og Sindra, það er að gefa þeim það. Bara algjörlega og bara spennandi, þú veist, spennandi roster hjá Sindra. Þeir halda sér saman og halda áfram þessu grændi. Alveg óvíst hversu háttir geta komist. Við erum að tala Dusty. Þó að þeir séu að spila PUBG, að spila, myndi ég segja, mjög high level PUBG á íslensku mælikvarða, þannig að... Og með líklegast besta innkeflítirinn til að kalla fyrir það. Já. Með hæsta levelið og þannig að... Og besta solo-carry, ég meina, horfi bara á statlan hjá Þorsteinn. Hann 23-7 í 14 rándum. Hvað ATR-ið? Stjáni Kul og Flint búin að finna Sikot leikmanninn hér. Kaupi og Sindra svolítið að renna út í sandinn. Nei, Kowalski svarar og það þá 3-3 hér. Kowalski búinn að drepa 2 á ævíinu. Leifsson og Stjáni Guli hérna djúka gangana inni. Smoke löp, leta eins og... Já, það þeir Stjáni Guli, fundinn. Stjáni Guli kalla báða þegar þeir skjóta stikkurum inn smókinu, gegnum smókinu á hann. Henda smókinu í fjarkanna sem lélegur. Við kemur, Þorsteinn finnur næstuð í Leifsson og þessi grena, þessi Kobe. What? Nei, hún ekki nóg. En Þorsteinn horfir yfir smókin og finnur Leifsson þarna. Geðveikt samt að þetta gerist, að ég kallaði smókin út af því hann lélegur, af því að þegar þú hendur hann svona niður fjarkan, að þá getur þú verið upp á lestinni og hort upp hann. Ef þeir hendur góðum smók sem mjög auðvitað line upp, sem lendir upp á svona smá stalli, þá sér Þorsteinn ekki upp fjarkan hann. Þannig að hann hefði mögulega getað komast í burtu. Læra af því. Já. Dót skiptir líka máli. Stuff matters. Það getur verið ekki að vera með hérna einmitt. Good utility matters. Það getur verið kótið frá mér.
En 12-3, Þið heyrið það, Jói Shine kemur og heimsækir ykkur í draumum ykkur að þið kastið ekki almennilegum smókum. algjörlega. Það er bara ekkert annað. Engin elsku mamma hér, það eru alvöru smókar. Sjáum hérna Dusty eru búin að íta hérna á ratarni, sjáum hérna fjarkinn er með algjörlega inn í ganginn og Og Steinn bara lokar þessu. Er einhver leið til þess að ég fengi að vita ATR-i hjá honum? Ég bara verð að fá að vita það. Hann er 28-7. 29-7. Klárar hann 30 bombuna? Já, 37 í 16 rándum. 16 rándum, það er 2 kill að meðaltali í rándi. Guð minn almáttur, þvílík frammistaða hjá in-game líturnum og við getum sagt stórstjörnunni í Dusty hér. 181 ATR í train. Þá getum við sett líka út á þetta frábæra hödd að við þurfum að koma inn ATR en svona inn einhver stað. Ég sá það kemur inn sko ef það er 1v1 clutch, þú veist, þá stendur ATR-ið hjá báðum leikmönnum sem ég finnst stöf en það þarf að vera einhver annar staður líka til þess að mögulega sjá það. En það er nóg pláss á því, þannig að maður til að bæta meiri upplýsingum en er sammálaðið mjög fallegt. Ég held að við getum sagt það, þetta var bara einn svona all-time frammistaða sem við höfum séð í íslensku keppnisleik. Já, þetta var náttúrulega bara Þorsteinn F. að smörfa þarna, að sína í rauninni hversu hárri skör hann er ofar heldur en leikmennir og sörðund þarna sem hann er náttúrulega bara hálfpartinn aðtvinnimaður. Þetta er það sem maður getur séð þegar maður sér þessi bestu lið mæta með eins og Þorsteinn og eins og Blikk getur gert þetta líka. Þeir geta tekið svona leiki og gjössun og en það er samt eins og var ógeðslega gaman að sjá það. Af því að þetta er svo, hann er svo sure of himself og hann er svo mikið. Það er svo gaman að horfa á spilar í svona elementi. Hann veit nákvæmlega hvenær hann á að taka hnífinn upp, hvenær hann hefur plássið, hvenær hann heldur næsta anguli. Óbúðslega vel spila hjá honum og einmitt eins og við töluðum fyrir náttúrulega bara ógeðslega góður. Já, ég ætla að spyrja þig bara svona sem formsatriði hérna hver toppmaður seríunnar? Það er Flint. Nei, toppmaður seríunnar er náttúrulega, sem ég segi, það er örugglega hérna seinna mappið meira svona þessu. Það er bara Þorsteinn algjörlega tekur eitt mapp og heldur á því. Pressi í fyrra mappinu sem er meira close. En þar töluðum við náttúrulega eins og við sögum að báðiliðin voru mjög jöfn, það var jafnari leikur, þannig að Þorsteinn tekur þetta náttúrulega á seríunni fyrir að taka bara eins og hérna, það er einn leikur þar sem allir eru með og einn leikur þar sem Þorsteinn er með. Þetta var, Þorsteinn er með allan í gunrótunum, Flint moppar upp öll barinn, sko. Algjörlega. Já, þetta var frábærlega spilað og ég verða að henda, þú veist, einu geggjuð kútósi á Sindra-strákana. Þetta var frábær frammistaða hjá þeim. Mér fannst, ekkert eðlilega skemmtilegt að sjá stemminguna hjá þeim, setupið, spila þetta hlið við hlið eins og alvöru lið, allir í búningunum, bara frábær starfsemi sem er að byggjast upp hjá þeim og ég vona að þeir haldi sér við efnið og ég hlakka til að sjá þá bara hér í efstu deild á komandi tímabili. Það er bara þannig. Sammála þessu, gaman að sjá þetta í kamerunum að þeir eru saman og í hlýranum og mertir og þetta var mjög kúl. Mjög cool. Já, ég bara ætla að biðla til Sindra drengjarna að koma á lokakvöldið. Bara að gera sér ferð og hitta okkur. Þannig að mér langar að taka í hendina á nokkurum það er nokkuð ljóst. En við ætlum ekki að hafa þetta lengra hér í kvöld. Fyrsta umferðin í stórmeistaramótinu er spilið hér í dag. En við komum aftur hér, erum við með einhverja dagskrá? Hvenær erum við með næsta? Næsta þriðjudag myndi ég halda. Þetta er þriðjudag og fimmtudag, bara tikkar þetta bara. Þannig að við erum bara næsta þriðjudag klukkan 19:30 erum að fara að henda okkur inn í næstu seríu, þannig að ekki láta ykkur vanta í þeirri útsendingu. Jói Shine, ég sjálfur við kveðjum ykkur hér í kvöld. Takk hérlega fyrir samfylgdina og við sjáumst næst.